verið öll hjartalega velkomin í 21. þátt okkar áhugavalda. Verið velkomin. Verið velkomin, Egill. Gaman að sjá okkur aftur. Egill, litli bróður okkar er aftur með okkur í dag. Hell to the motherfucking pep. Ekki peppa að ríða þetta? Nei. Þú verður sko að vera með, af því að ég myndist á hana smjörsugun í senast þetta. Sænst þetta hana. Smjörsaga, sko. Smjörsaga. Og ég sá á þér að þú er ekki heyrt hana, þannig að þú verður að vera með þessu þetta, sko. En já, eru búin að gera eitthvað skemmtilegt í vikunni? Spenntur eða? Nei. Akkur ekki? Sko. Smjörsagan? Smjörsaga, sko. Áfram með smjörið? Áfram með absolutt smjörið. Holy shit. En þarna, strákar, eru búin að gera eitthvað skemmtilegt í vikunni? Fórum á Spiderman. Já, við fórum að fucking Spiderman, sko. Hún var ógeðslega góð, sko. Hún var svo fucking góð, sko. Ég trú ykkur, geggja mikið. Fullt bíó, sko. Alveg stappa, Ha? sko. Ég er ekki séð svona stopp bíó síðan bara á seinustu Spiderman Þetta hljómar eins og martröðu mín. Þetta hljómar eins Það og var bara geggjað, sko. Það my var ógeðslega absolute- gaman, sko. Oh my god. Ég elska þegar bíó er stappað, sko. Új, bara, Það er ég the shit, bara, sko. það er martröðu mín. Það var er bara allir, þú veist, bara wú, og allir að hlæja og eitthvað. Það er gaman, sko. Ég bara, þú veist, það er bara, count me the Damn! Wow! Count me the absolute out, bara. Hvaða meinar? Ég er sko ekki búin að gera neitt skemmtilegt í vikunni nema að mála fucking grindverkið. Já, stundum það maður að gera eitthvað leiðilegt. Þetta var eins og Kínamúrin. Ég er ekki að djóka þér. Svipastórt. Þetta bara, ég er ekki að fucking grínast ykkur. Eina sem ég sé eru spýtur. Og Eina svo- sem eru spýtur. Ég er bara að segja Í draumnöfnum Ég líka. er að segja það sko. Við Gunni vorum alltaf á sömu spýtunni. Ok, það var ömurlegur shit maður. Hann átti reyður ammali í vikunni. Já, hann átti afmæli í vikunni. Hann var alveg lóki 31 árs. Og bróður okkar líka. Hann var ekki 31 árs, hann var 33. Vá, akkur allar eru svona gamlir. Þegar við meldast. Damn, bro. Þetta er bara fuck shit maður, oh my god. Mér líður sem sé að vera ellismellur. Reynda að sagði litli frændi minn bara eitthvað, já maður verður fullur þegar maður verður 30. Ég bara eitthvað fuck. Það er svolítið þannig, sko. Já, en þú veist, fuck. Ég kvíð fyrir því, sko. Nei, ég er að verða það bara í desember. Ég er að fá skít í buxurnar, ég er ekki að djóka ykkur sko. Já, Nei. Er eitthvað væli í einhverjum hundi, þá er ekki verið að lemja hann, hann er bara spenntur fyrir að fara í lappitúr. Þá erum við að lemja hann. Nei, Göngutúr. hann sko, alltaf þegar Gunni tekur hjólið upp þá Það verður hann alveg er bara, bara lamið hundahúshúsi. nei, Allt í lagi. en sko, alltaf þegar Gunni tekur hjólið upp þá verður hann alltaf batshit crazy af því að hún finnst svo gaman að hjóla að því hann getur löpur svo, Hjóla? Kann hundurinn ykkur að hjóla? nei, vá Ég skil ekki. nei, sko, Gunni fyrir á hjólið Já, hleypur hann með honum? og Loppi hleypur með, hún finnst það svo skemmtilegt að því þá er hann ekki bara að labba, þá er hann að laupa sko. Hundurinn fyrir á hjólið og Gunnar hleypur. Já, Gunnar hlaupur en að ég segi ekki svolítið strákar Segðu okkur svolítið. þátturinn í dag, hann er að sjálfsögðu í boði Domus fasteignasölu. Ó, Kíkið endilega inn á domus.is til að skoða geggjaðar fasteignir, krakka mínir. Ég sá actually það komin geð flott íbúð til sölu í blokkinni hérna á Blönduósi. Þið heyrðu rétt, það er eitt stykki blokk á Blönduósi. hver er anskotin? Nei, sko, ein singular blokk. En íbúðin er geggja flott og mjög góðu verðið, þannig að ef þið viljið flytja á Blönduós, gerið það. Það er gott að búa hérna. Það er actually bara geð flottar eignir á sölu bara á Blönduósi núna. Já, já. Geðveikt mikið af flottu, þannig að já, komið á Blönduós, krakka mínir kæru. En ég meina að þið viljið endilega vera á höfuðborgarsvæðinu, þá eru líka flottar eignir til sölu þar. Ég sá að þeir eru með opið hús 11. ágúst hérna á mjög fallegri íbúð í Reykjavík. Ég myndi kaupa hana ef ég myndi vilja búa í Reykjavík, en mig langar ekki búa þar. Nei. En annars, eins og þið vitið, þá eru þeir líka fremstir í fæginu hvað var það verðmat og sölu og eignum og þeir eru sko til staðar fyrir ykkur til að einfalda ykkur lífið í ferlinu. Takk, Domus.is. En já, þið ekki bara henda okkur inn í áhugaverðar staðreyndir og svona? Vipp okkur í áhugaverðar staðreyndir. Fyrst að við erum búin að hvað segir maður? Við erum búin að fara yfir stöðu mála vikunnar. Ég er líka bara svo pepp fyrir þessu þætti. Mér langar bara að get straight into it, sko. Mér langar að get gay into it. Ok, áhugaverðar staðreyndir. Við lítum Egil byrja seinast. Byrja þú núna seinast. Byrjaði Egill síðast? Nei, byrja þú núna seinast. Er það ekki? Byrjaði þú ekki seinast? Jú. Ok. Ég byrjaði Egill síðast. Ég veit það ekki með þér. Ég man ekki eftir því. Þú ert náttúrulega mannst ekki eftir neinu, sko. Nei, ekki ég heldur. Þú myndir ekki muna eftir brúðkaupinu, sko. En þannig, ok, ég ætla að byrja. Ok, já, gerðu það bara. Fyrsta mín er svolítið löng. Ég strák. Frá árunum 1800, eða cirka 1800 til 1970, áður en segulómunatæki voru tekin í notkun, þið vitið, MRIs, sem var gert 1980. Þá var partur af því að greina MS að setja fólk í heitan pott í ákveðin tíma, bara hot tub, til að sjá hvort að taugaenginni versnuðu
En hiti gerir það að verkum að það hægist á taugaböðum Já, í taugum þar sem eru mýlínskemmdir sem er, þú veist, MS, skilur. En ég meina, þú veist, fleiri próf voru notuð við greiningarnar en þetta var stór partur af því að greina MS hjá fólki. að fara bara í heitan bóð. Fara í heitan pott Já, af því ok. að enginn er vesna og þú veist, þetta er ástæðan fyrir ég hata fucking sumrin og svo fucking heitt. Finnst þér ömulegt að vera í heitan bóð þá? Ég er bara, sko, nei og já. Mér finnst, ef ég er í heitan potti þá þarf ég að vera mjög stutt. Já, og, ok. og helst alltaf vera að setjast upp á bakkan, skilur, en þú veist, mér finnst alveg fínt að vera í heitu potti en ég þarf að hvíla mig í svona hálftíma eftir á. Já, ok. Ég meina, maður er alltaf, þú veist, maður kælist svo hratt þegar maður fyrir upp úr Já, maður potinu kælist með alveg hratt, smá sko. góla eða eitthvað. Það er alveg þannig, sko, en þú veist, svo ef mér er Góla. en þú veist, þetta er svo furðulegt að ég finn svo mikið fyrir sem ég verður heitt Já, þá já. verða MS-engin verri Ég og er ég ekki skrítið að skil nota þetta, þetta þá, sko. Ég er að segja það að sumrin mega fokka sér, ég Nei, býð nei. spennt eftir vetrinum. En Ekki. þetta var fyrsta áhugaverða staðrindin mín í dag, krakka mín í bröndi. Ari, við fyrir sólarhringinn. Fyrsta áhugaverða staðreyndin mín er að matur er bil 12 klukkutíma að meltast. Vá. Þannig ég er ennþá með ammæliskökur í maganum mínum. Já. Mallakútur. Er ekki 12 tíma síðan? Nei, heyrðu, það er alveg 24 tímar, maður. Ég Oh my God. Bara 12 Þetta tímar. var ekki alveg að mikið sens. Nei, shit, maður, við vorum ekki í ammæli í nótt, maður. Hvað meinarðu? Klukka 4 í nótt. Holy shit, þá vorum við í ammæli, krakkar. God damn. Oh my fucking god, Já, nei. barnaamæli. Já, ok, þannig við erum með hérna, já, bara mat í maganum, ok. Þetta var já. góð staðrindari. Já. Þetta var staðrind. Það var staðreynd. Egil, ert þú með áhugaverða staðrind? Já, já, Það er alltaf skildað að þú verður gestur að koma með áhugaverða staðrind. Teskeið af nifteindastjörnu, Neutron Star. Ha? Teskeið Ok, wow. Þú ert ekki að fara að taka teskeið af Teskeið nifteindastjörnu. af nifteindastjörnu, Neutron Star, Hvað í fokkanum? vegur nokkra milljarða tonna. Ha? Hvað er Neutron-star? Bara Neutron Star. Hvað er Það er þetta? nifteindastjarna. Já, Í geimnum nifteindastjarna. eða? Ég sko, heyrðu, nú erum við komin í, ég er ekki vísindamæður sko. Egil, þú ert með geggjaða staðrind. Hvað? Bara teskeið, þú ert með teskeið af Neutron Star. Þetta meikar ekki sens. Teskeið af Neutron Fake Star. news. Þetta er fake news. Kilja Sam! Ég hef ekki séð neina söguna með teskeið síðan. Ég fór sjálfur í geiminn að í teskeið af nifteindastjörnu, af Neutron Star. Þannig maður fer bara í geiminn og skúpar einhverja stjörnu og bara eitthvað tonn, skilur Ég meina þú myndir deyja, en já. Já, auðvitað. Já. What's heavier? A Deyja. kilogram of steel. Or a kilogram of feathers. feathers. Hvað er að tala um? That's right, kilogram of steel. Kilogram of steel. Because steel is heavier than feathers. Þið týndu mér, sko. Hvað er þingra? Kíló af stáli eða kíló af fjöðrum? Kíló stáli. Af Nei, hverju- heyrðu! Þetta er bæði ég gráði! Nei! Þú sann náður í Æi. Þú náður í hraðar en flestir sko. Já, já. Þetta er bæði kíló. Já, þú veist, þú catchaðir þetta hraðar Holy en shit, flestir maður. sko. Er þetta eitthvað svona, er þetta eitthvað mím eða? Já, þetta fyrir alveg svolítið löngu, svona skósku guð. Heyrðu, haldið ekki bara að mamma viti hvað mím er? Ég meina að vita allir hvað mím er. Nei, hún sendi mig mím og ég bara, heyrðu, gamla, ertu farin að míma? Hún bara, hvað er það? Og ég bara, þú varst að senda mig mím, sko. Og bara eitthvað, já, ok. Þá veit hún ekki hvað mím er. Nei, þú veit það núna, ég var að útskýra fyrir henni hvað mím er. Já, já, jarm. Það er kjallan, sko. Það jarm á hann aðeins. Var hún að jarma aðeins á þig? Þetta var ömulur brandari. Hvað er að ykkur? Akkur ekki náðið að jarma svona vel? Það fer hún kannski frá bóndabíli. Já, já, svona er þetta. Vá, reyndar, þeir eru alltaf að tala bara eitthvað við kindurnar. Ég ekki tala við dýrin. Hver var með þarna kálfabuð? Æ, vá, holy shit. Ok, strákar, næsta áhugaverða staðreyndin mín. Þessi sýnir okkur svolítið hversu fucked up mannekynnið er. En málverkið af Mónu Lísu er með sinn eigin postkassa, dedicated mailbox á safninu, vegna þess að það fær svo mikið af bréfum og ljóðum frá aðdáendum, meðal annars ástarljóð og bónorð. Ó, svo skrítið. Fólk er að biðja Mónu Lísu Móna Lísa. oft. Það er svo sérstakt. Já, bara, og sendi henni ástarljóð bara oft. Hún er bara með dedicated mailbox á einhverju fokki safni, þannig að já, hætti að vera skrítingar. Ég var að skoða málverkinu hans Leonardo da Vinci bara í síðustu viku eða Da Vinci? og mér finnst Móna Lísa er ekki einu svona flottasta portrétti hans af einhverju. Alls ekki nefnilega. Ginevra de Benci sem hann málaði sko eftir það held ég sem er annað portrétt af konu. Það er mér finnst það miklu flottara Miklu portrétt. fallegra. Nerd.
Ég er sammála. Mona Lisa líka bara vissi að þetta er bara ógeðslega tiny málverk. Þetta er ekki stór, Þetta er sko. bara- þetta er bara- Það skiptir Þetta er bara A4 eða Stærðinni, sko, skiptir Það er sem bara nógu stórt sko Hjút málverk sko Ég myndi segja að vera bara hjút sko Það er stórstórt næstu í fyrir portrait Ok, þið eru báðir ekki alveg bara Það er chaos þegar Egill mætir hérna. Hver er Lísa og af hverju móning sko Þið eru með sýruheila sko. Já, ok, Ari Já. Kæri Ari minn, kæri Ari, kæri hvað er það fyrir íslensk orðið yfir shuffle hana Stokka, Þegar stokkaspil ekki að stokka Mín næst Þýðu Ekki að stokka Ekki stokkaspil Það gleymir sem brandar ekki sko. Mín næsta staðrætt er að í hvert eða skipt sem stokkar bunga af spilum þá bara er líkunar á að það hafi aldrei þessi röð af spilum verið sett áður saman. Vá. Er það í spilum eða skáka sem það eru fleiri aðferð til þess að stokka spil eða skák plays og það er það er fleiri leiðir til þess að spila skák og shuffla spil og eða eru sko atómar í alheiminum af því að spil geta farið sko það eru 52 spil og þetta er svo random ég fatt ekki alveg hvernig þetta er því ég er ekki vísindamaður. Nei, þú veist þú gerir sko 52 sinnum sko einhverja fáránlega tölu og það er sko líkunar á að þú fáið sama stokkið. Já, ég held að það sé stokk á spilum. Mér minnir ég hef séð ég er ekki vísindamaður, ég veit bara að þetta er svona crazy það er scientifically mjög það er virkilega hæpið að þú fáir að einhver hafi stokkað spil eins og þú hafi stokkað spil áður. Ég held að Vsauce gerði einhvers tíma vídeo af þessu. Þeir týndu bara aftur sko. Your security is pretty good. Ok. Or is it? Stundu þegar ég er hérna í stúdíónu með ykkur þá finnst mér sem ég sé bara með heila blóðfallega sko. Hvað er að gerast? Þetta er eitt uppbóðs bara mýmit. Þetta er bara mynd sem er bara svona Your security is pretty good. Or is it? Og það geðu eitt low-res mynd af honum í security camera. Oh my god. Ok, slegi, ég er með næstu við það. Já, það eru 42 miljón kengurur í Ástralíu og aðeins 3 miljón manns í Jamaiku sem þýðir að kengurunar myndu gera innrás í Jamaiku. Hvað sagður, 3 miljónum manns í Jamaiku. Er það Jamaica eða? Já, Jamaiku. Sem þýðir að ef kengurur myndu gera innrás í Jamaiku myndi hver manneskja þurfa að berjast við 14 kengurur. Gaur, þessar staðreitir eru geggjar. Það er þetta crazy sko. Það er svo staðreit. En fuck maður, pældi að berjast bara við 14 kengurur. Það er ekki hægt. Nei. Ég myndi ekki vera til í það sko. Ein kengur myndi örugglega bara róta mann léttlega sko. Hún myndi alveg sparki mann sko. Hefur ekki séð sparki sem þetta er bara Ég þetta er svona svo hestu bara crazy sko. Þú veist bara Og svo myndi þetta gaunum hana sem landi kenguruna þegar hún sparkaði hann eða eitthvað. Ok. Hversu síðferðislegt er það? Oh my god. Það 7. Hæ? 7? Já, bara 7. Það tengis mjög mikið sem ég er að fara í á eftir smá sko. Það málið það, Já. ok slei. Er einhvern tímann að drekka svona bev og það er og fyrst sópin er svo góður að gera hann að Luke Skywalker svipin hann þegar hann drekkur mjólk, hann græni mjólkina í hann aðtriðin. Sko. Og þú segir að Ari sé nörd. Við erum báðir nördar. Er það grínast í Þetta er verið? örugglega mest infamous þú veist hann að senan úr sequel myndunum sko. Ok. Geggjað. Já, en hversu síðferðislegt er að, lemja kenguru ef hún ræðst á þig? Að runga sér. Nei, Strákar! Að runga sér. Hvað er að eiga sér stað? Ég er ekki að sé alveg. Sko. Heyrðu, jæja. Þáttur dagsins, strákar mínir. Eins og ég sagði það þá myndist ég í seinasta þætti á smjörsöguna á Reddit. Ég sagði, ég tek hann í næsta þætti. Svo hér eru við, ég ætla að standa við orðið mín. Ég ætla að taka hana og Egill er auðvitað með það því að hann verður að heyra þessa blessuðu smjörsögu sem ég veintist á. Nei, bara býttu bara, sko. En við Ari, við ætlum að vera svolítið saman með topic dagsins. Við ætlum lóðbeint á Reddit í dag, eins og svo oft áður. Já, ég fór á annan subreddit, sko. Já. Ég fór á r/morality scaling. Shit, hvað ég er til í það, maður. Sem er svona... Heyrðu, 7, nú skil ég. Nú skil ég okkur að segja það tengist því sem ég er að gera. Já, því þetta er svona síðferðisdæmi, sko. Já, þú fórst á það. Ég fór hérna, sögurna sem ég ætla að taka eru ekki bara einhverja Reddit sögur, strákar mínir. Ég er með þema þarna bestu update sögunar. Ég fór á Best of Redditor Updates subredditið, það sem að smjörsagan er. Þannig að sögurna sem ég er með eru bara sögur með
sögulegum svona updates og eru þess vegna inn á undirsíðinni Best of Redditor Updates Bara B-O-R-U svona bestu updatein á Reddit Bestu updatein á Reddit Mæli með r/B-O-R-U Ég nota ekki Reddit Já, Það er samt alveg impressive sko, ef þú notar ekki Reddit Ég farið, þú veist, ég bara nota svona Ég bara nota Google version af Reddit Þegar, þú veist, ég er hana Þú ert að Google eitthvað. Þegar ég er að googla, þú veist, ef ég fastur einhvers staðar Maður finnur svarið alltaf á Reddit. Ég fastur einhvers staðar í einhverjum leik eða eitthvað Það er alltaf einhver frá svona 10 árum sem alltaf veit einn. hvað maður er að gera sko. Það er alltaf einn. Einn frá 11 ára síðan sem veit nákvæmlega hvað þú ert að berjast við Mjög fyndið sko Það er eiginlega svo geggja við þetta sko Það er að því að þú veist, þegar þú ert með og við erum að taka Reddit þá er engin hætt á að hafa heyrt þetta áður Þú veist, það er alltaf smá hætt á því að við Ari höfum mögulega heyrt söguna sem hittar þetta Það hefur svona ekki gerst oft Það hefur ekki gerst oft hjá okkur Að við höfum heyrt söguna sem hinn er að taka Já, þú veist, ég reyna alltaf að taka eitthvað sem ég hef ekki heyrt sjálfur líka sko. Já, ok Sem ég hef ekki heyrt, smás eða eitthvað svona Ég held að þetta hafi bara gerst með Seabet og Já, þú veist, af því Hnittisfjörð það er svo legendary shit að maður þarf eiginlega og að taka Hnittisfjörð, það oh my god, það er náttúrulega besta Hlustu á Seabet söguna, hún var í það seinast þetta Shit, hvað það var að fyndið Nei, sko, ég er í alveg, þetta er hilarious Þetta er absolutely, þetta er bara, þú veist, oh my god Eitthvað sko að tala með það Ég veit hvað Seabet er maður Heyrðu, hlusta á Það var þáttin ekki þarna bara á Reddit sko Nei, reyndar ekki, þetta var, ég heyrði þetta á TikTok Þetta fyrst var the international thing sko. Já, ég heyrði þetta fyrst á TikTok, sko Já, vilt þú byrja það og Já, ég ég skal bara Ætlar þú að leiða veginn? Við byrjum á bara smá svona léttu siðferðislegum aðstæðum Ok, ætlar þú að taka þitt fyrst og svo tek ég bara mitt Já, Ok, slay, ok, Ari, take it away Sem sagt, Orslegas morality scaling er svona subreddit þar sem allir setja svona siðferðislega gráar aðstæður á sko, sem eða svona bara svona aðstæður sem svona sko siðferði er smá svona í spurningu sko, Ég elska siðfræði, sko Kant Ég er að grínast, ég hata fucking versti áfokkur sem ég farið í Ekki svona, nei, siðferði er mjög skemmtilegt sko Ekki að lesa heila bók eftir Immanuel Kant Nei, það er virkilega boring sko En ég er til í þetta, það sem þú ert að gera Erum við fyrsta sem ég bara, þú veist, seifaði fullt af einhverjum póstu sem mér fannst þér að finnir eða interesting eða svona skemmtilega spurningar sko Áhugavert, það er gott orð Áhugavald okkur, hérna Hvar á siðferðisskalanum er að hafa gosa, þú veist, í varðhaldi Þú veist ekki gosið er, hann lýgur og Með langt nef Já, að hafa hann bara á einhver svona rannsóknastofu í varðhaldi og spurja hann bara að öllu til þess að reyna að komast að hvernig alheimurinn virkar sko Það er Það leyndamál alheimsins Það er samt svo að því að ef maður er að spyrja hann þá svarar hann bara með information sem hann veit sko Nei, er ekki bara ef hann lýgur eða? Ef hann lýgur, eða þú veist, hann getur samt bara svarað from his knowledge bara eins og ég þú og allir hinni sko Hann er ekki svona svo gerfigreind eða eitthvað, er það nokkuð? Gerfigreind? Nei, ég veit ekki maður Ég held að það er þannig að því þú getur ekki spurt hann hvað hann kom af hverju universe til sko hann veit það ekkert Já, er það ekki bara ef hann lýgur eða eitthvað þá? Jú, sko, að því að hann samt getur ekki svarað bara hverju sem er sko Ok Ef Gosi myndi vera svona, ef myndi bara, þú veist, ljúga eða svara, þú veist, bara hann þurfti ekki að vita Hann væri bara með knowledge á öllu Ég sko ómeðvitað Ok og þau myndi hafa hann á rannsóknastofu í varðhaldi til þess að spyrja hann endalega spurningum Ég myndi vorkenna hann svolítið mikið Hversu siðferðislegt er það? Er það against his will? Já, hann alltaf vill ekki vera hana Hann vill ekki vera bara í einhverju búri Hann er í rannsóknastofu, sko Þeir eru bara að spyrja hann spurningum alltaf Sko, siðferðislega, ég meina, þú veist, en þeir eru að Hvað á komast siðferðisskalanum með þetta, sko? Ég held að, sko, hann myndi vera svo Ef við segjum að skalinn sé bara 1 til 10 sko, 1 er ógeðslega ósiðferðislegt og 10 er mjög siðferðislegt Já, ég held hann að því að myndi vera svo ógeðslega invaluable þá myndi maður borgunum eða gefa honum ógeðslega mikið af stoffi svo maður myndi actually vilja vera í vinnunni sko. Vá, eiginlega ígrunda svarið sitt Já, ok, en ég er að tala hann vill ekki vera þarna Hann vill bara lifa lífinu sínu En þeir eru að halda honum í varðhaldi á rannsóknastofu gegn hans vilja Hversu siðferðislegt er það til þess að reyna að komast að leyndarmálum alheimsins Sko, halda einum gæja against his will eða fá leyndarmál allan alheimsins til að benefita öllum öðrum Þetta hjálpar örugglega endalaust af fólki sko, Ég meina hvort ætlar að fara á lestinni Hann fara í öðumlegt líf þá Maður veit samt ekki hvort að hann er immortal eða ekki
Nei, bara meðan hann í lífið eða, þú veist, Já, ég meina sko, ef hann immortal þá myndi ég segja að sé meira siðferðislegt eða þú veist, þá myndi ég segja að sé meira því að eftir að maður búin að nota til þess að gera gett mikið af góðu stoffi þá getur maður, þú veist, leta hann lús og gefið honum hvað sem hann vill, sko. Ég ætla að thinking about his answer, sko. Já. Nei, sko, þetta er svona eins og með Immanuel Kant og lestina, sko. Hvort ætlar að keyra Trolley-problemið. Hvort ætlar að keyra 1 eða 7? Ég ætla að keyra 7. Nei. Þegar hann eina sem þú elskar. Það vart að bjarga 7 lífi með þú keyrir yfir hann eina sem... Ok, ég ætla ekki að fara að tala trolley problem, sko. Já, þú veist, 1-10 skali, hvað myndi... Ég ætla að segja smacked up 5. Já, ég ætla að segja svona 6-7. 6-7, ok. 6. 6, baby! Já, ég myndi segja já, svona 6 eða eitthvað. Let's talk about you and me. Þetta er erfitt, sko. Þetta var samt, þetta fær maður til að hugsa, Ari minn kæri. Ari kæri. Ok, Ari minn kæri, Ari minn kæri, Ari. Hvar á siðferðisskalanum myndi þetta vera? Að þú myndi setja mjög sterkan pípar í matinn af því að einhver alltaf að stela matnum í vinnunni. Oh my god, geðveikt. Til þess að fatta hver það er. Já. Fucking champ. Ándjóks, bara, þú veist. Easy bara, þú veist. Bara fucking best. Ég vil setja 10, sko. Ég myndi possibly gera það, sko. Hvað er 10 og hvað er 0? 10 er mjög siðferðislegt. Bara, já, 10. Bara fucking hætt að stela matnum mínum og fucking tussin. Ok, Egill? Ég myndi segja 10. Ok, förum þá í næsta. Hversu siðferðislegt, eða hvað á siðferðisskalanum er að, hvað? Var ég að gera þannig það? Já, þetta er alltaf, ég ger þetta mjög oft líka. Hvar á siðferðisskalanum er að pása ranked online leik til þess að hjálpa foreldrunum sínum? Gaur, mjög bara siðferðislegt. Ef þú þarft að hjálpa foreldrunum þínum, þá hjálpar þeim. Þá ert að skilja alla hina eftir í liðinu. Já, en þú veist, hvað erum við að tala um að því að pabbiðin fekk heilablóðfall og þarft að hringja 112 eða er þetta því að þú þarft að fara... Þú veist, mamma einn öskrar þú veist bara hann er hjálpað með þetta eða eitthvað. Fer mjög mikið eftir hvað maður hjálpað. Þetta er ekki bara online leikur, þetta er ranked leikur, sko. Ranked leikur, sko. Foreldrarna skipta miklu meira máli heldur en leikur á netinu, sko. Já, ég veit ekki, þetta er ranked leikur. Það fer eftir hvað þau vilja, sko. Hvað er ranked? Það fer eftir hvaða rank maður er að spila. Hvernig útskýr maður eiginlega ranked? Já, ég skil ekki. Þetta er sko, basically, það er hægt að vera svona, það er sko hægt að spila leikvenjulega, þú veist, online, sér hægt að fara í rankta sem er að spila competitively og það er, þú veist, ranks. Því betri sem þú ert, því hærra rank ertu og þú veist, þegar þú ert í ranked leik, þá ertu kannski með, þú veist, 5 liðsfélögum í einhverju eða eitthvað, eða eins og kannski ef þú ert að spila og það skiptir sess meira máli heldur en ekki ranked. Marvel Rivals eða eitthvað, eða Overwatch. Þú með, þú veist, 5 liðsfélaga og þegar þú fyrir ranked leik þá getur þú hækkað rank ef þú vinnur eða þú veist lækkað rank ef þú tapar. Þannig það skiptir meira máli heldur en ekki ranked. Já, þannig að ef þú veist það fyrir eftir í hvað foreldrar er að kalla þau til þess að hjálpa með sérstaklega ef þú ert high ranked, sko, og þú ert með fullt af liðsfélögum, þú veist, þá maður getur líka orðið penalized fyrir að lífa leik, sko. Benís. Sko, ég myndi segja, ef þetta er eitthvað sem að má bíða, sem að mamma eina pabbi ef mamma er að segja takt út ruslið eða eitthvað síst, sko, þá má það bíða, sko. Þá má það bíða, sko. En ef það þarf að hringja 112 þá alltaf augljóslega. Já, ég er að segja, það er bara... Það fer eftir the situation. Póstin sagði bara að, fóreldrar manns var að kalla manna eða eitthvað, ég veit ekki. Ég myndi öskra á mömmu og segja býta aðeins og klára leikinn. Mamma, býtu í tölvunni! Mamma! Mér okkur ekki vera í stjórnu! Í stráka! Mamma, ég þarf ekki klósetti! Með pítsukassin. Fucking tík! Í stráka! Bæ, maður. Mamma verður að hlusta, þá elsku við þig mjög rosa mikið. Þetta er fictional gaur. Þetta var einhver karakter, sko. Ok, sko, ég myndi segja að þetta væri svona 7. Já, 7-8 myndi ég segja, sko. Ég myndi segja, Já, ég myndi segja 7. Það bara fer mjög mikið eftir í hvað það er, sko. Já, fer eftir vandamálinu. Fer eftir vandamálið og hvaða rank maður er. Ef þetta er saklaust, 7. Ok, förum það í næsta. Yeah, man! Yeah, man! Ef þú myndir finna veski hjá, þú veist, ef einhver hefur týnt veskinu sinu og þú myndir finna veskið og þú myndir skila veskinu til hans en þú veist, myndir taka, þú veist, $5-10 úr því til þess að fá sér, þú veist, pulsu eða eitthvað. Don't do it. Nei. Þú skilaði samt veskinu. Já, mér er sama, þú veist, þú er samt rænan. Já, þú veist bara $5 eða eitthvað. Já, en manneskjan ætlaði ekkert að týna veskinu. Nei.
Og mér finnst þetta ekki gott, sko. Má ég aldrei í hvað situationi manneskinn sem týndi veskinu í? Nei, Það er satt. hvað er manneskjana sem týndi veskinu og úrslega fátæk? Ok, segja sér $100 eða eitthvað í veskinu. Ok. Og ég ætla að fá mig pulsu. Ég tek $5 út til þess að fá mig pulsu eða eitthvað því ég fann veskið. Ég ætla bara... Ertu fátækur eða? Ha? Ertu þá fátækur sem að finna veskið? Það skiptir ekki máli. Ok, það skiptir ekki máli. Nei, ég segi einn, sko. Ég myndi ekki gera þetta. Vá, ég myndi setja bara í 9 eða eitthvað, sko. Aha, mér finnst þetta siðferðislega rámt. Ég myndi setja í svona 5-6 sko. Já, ok. Taka $5 til þess að Ég myndi taka $5 fá sér eitthvað smá og skila svo veskinu. Hvað? Þetta myndi honda mig mjög lengi sko. Hvað minna? Það myndi vega svo mikið á samviskunum mín að ég gæti þetta ekki. Ég myndi ekki vera pirraður en einhver myndi taka $5 á veskinu mínu eða Nei, ég bara gæti þetta ekki, eitthvað. Og skila veskinu í Nei, staðin sko, fyrir en- bara að taka allt veskið. Sko, ef ég finn 100 kall út á götu og fæ samviskubit, sko. Ég hefði hann hefði ekki að tekið allt veskið. En hann Það er rétt. tók bara $5 og skilaði veskinu. Já. Ég myndi alveg setja í 5-6. Ég myndi lína aðeins. Ég Ég myndi setti lína einn, sko. meira í svona. Ég setti Þetta er 9. allt í lagi sko. Ég seti 9, Sko, persónulega myndi ég bara skila veskinu. Já, hann skilar veskinu. Já, þú veist, bara án þess að taka neitt. Já, en þú veist Það er bara ég, já, sko, við erum það er bara ég. Við erum að tala um hversu síðferðislegt er að taka, þú veist, $5 og skila svo veskinu. Ég segi einn. Ég er bara, What? ég er ekki þetta, sko. Ég er bara 9, sko, alveg off. Ég sko, first of all, ég nenni ekki að gramsi gegnum fucking veskið og finna $5 sko. Nei, Og ég myndi ekki Hvað gera það. meinar þú nennir ekki maður opna veskið og grípur $5? Já, en þú veist, ég er bara, þú veist, ef einhverja skaurin er að Tekur lappa í 2 burtu, sekúndur. sko, ég er bara svona, jó, misti veskið, kannski ég er bara að fá mig Nei, pulsu. við erum að tala um að Þú finnur það bara í að búð þú finnur eða það eitthvað. einhver staðar og ferð, þú veist, heim til frellans með veskið Já, og lætur hann fá veskið eða eitthvað. Heyrðu, ég Þetta er tók alveg- $5. Já, ég var bara, ok, næs, gott að það komst með veskið mitt. Já, ég reyndar ef ég var að receiva veskið þá væri mér alveg sama. Ég er að segja, það er það sem ég er að segja. Já, ok, þegar þú segja svona. Ef Bara, ég var, heyrðu, ég tók $5 af því að ég var svangur, mér langaði í pulsu og eitthvað. ok, ég myndi reynda að vera bara, ok, takk fyrir að koma með veskið mitt, þú veist, Já, mér er bara, alveg sama. það er Ok, allt í lagi. ok, Ég er allt í með lagi. öll korti mín og allt shiti sem er í veskinu mínu. Ok, þegar þú segir það svona þá ætla ég að setja það upp í 2. Ég upp í 2. Ég ætla að setja það upp í 2. Ég býðist að vera 9 eða 10. Ég er að setja það upp í 2. nei, ég vil að segja 5-6 sko. Já. Damn, ok, wow, skipta þessu. Þú veist, mér finnst þetta ekki vera hræðilegt sko. Þetta er með sko, ég myndi ekki gera það sko. Ekki heldur. Nei. En mér væri En sama þú ef einhver ef einhver myndi gera þetta. myndi ég bara svona, bro, en ok. Já, þú veist, já. En þeir væri svona að koma með veskið. Ok, alltaf leið. Næsta, hvað segir þið? Herri, já, triggervarning fyrir næsta, það er sjálfsskaði og sjálfsskaði hugsanir og svona, ég veit ekki, ég er ekki sérfræðingur í þessu. Hversu siðferðislegt er að Runga sig ekki. lögsækja einhvern sem bjarga manni frá því að drepa sig? Frá því að drepa sjálfan sig? Ég næði ekki alveg. Þetta er Af því að- ástæðan af hverju Mr. Incredible var. Við erum að tala um- Af hverju þetta er main plot í Já, Incredibles. Við erum að tala um eins og í Incredibles. Þegar Mr. Incredible bjargaði gaurinn sem var að reyna að drepa sig. Ok. Og hann lögsækt hann svo fyrir að bjarga honum. Og þetta var eitt svona Af því að hann vildi deyja. Þetta var eitt stepping stone í að ég er overhittur hætti að vera þeng sko. Hætti að vera óhýttur, já. Damn. Hversu siðferðislegt er það, sko? Að lögsækja einhvern sem bjargaði lífinu þínu þegar þú ætlaðir að drepa þig. Fer eftir steitinu sem maður er að finna Já, ég held finnana það. sem er að reyna að drepa sig í. Þetta er sko, ef því að Mr. Incredible vissi ekki að fræðin, sko, ég man ekki hvort að Mr. Incredible annar vissi að gæinn vildi deyja, Hver hann bara vildi bjargaði deyja? honum, sko. Hver vildi deyja í Mr. Incredibles? Það var, þú veist, það var bara einhver fræði. Ok. Þetta, þú veist, og hann bjargaði honum. Ég held að ef gæinn sem vissi ekki að maður vildi deyja, þú veist, Hann sá bara einhvern gaur, sko, þetta... já, þú veist, það, og þú veist, Við erum ekki að tala bara um Mr. Incredible. Við erum bara að Já, tala um að ég er að bjarga reyna sko, einhverjum. ég er að meina sko Anna, ég er að kompera sko af því að hann vissi ekki að frælinn vildi deyja sko og ég er að meina sko ef frælinn sem bjargaði manni vissi ekki að maður vildi deyja þá ætti maður ekki að gera það en ef gaurinn vissi, ef maður er búinn að segja hei, Við erum og að ekki tala, bjarga mig já, sko. við erum að tala um að einhver veit að einhver er að reyna að fara að drepa sig já, og bjargar hann svo og svo lögsækir hann. þá finnst mér þetta að vera meira svona, þá finnst mér að vera meira acceptable sko. En hann er samt að bjarga lífin hans, skilur Já, Já, við erum en að hann tala... vildi deyja Já, nei, Ok. Við erum að tala á siðferðisskaflum hversu siðferðislegt er að lögsækja sá sem bjargaði sig. Ég veit ekki, þú veist, af því að þú veist, hann er að bjarga lífinu, þú getur alltaf fengið hjálp, Já, þú veist. við erum bara að tala um aktið að lögsækja gaurinn sem bjargaði þér. Hversu siðferðislegt er það? Fer eftir hvort að gaurinn vissi eða ekki Ég ætla að segja 2, sko. Ég vil segja bara 0, sko.
Þetta er svo döm Lögsækja einhvern Kannski er ég að fara alltaf hátt með þetta Ok, Þetta er crazy sko Það sé 1 af því ég veit ekki situationið en 1 Ég ætla að segja svona 1 Ég meina út er hann hjálpa einhverjum og svo farið bara los út af þig Ég meina þú veist bara því að þú veist Af hverju fara í gegnum all that trouble bara þú veist Þetta er, já, svona, þetta eru erfiðu spurningar hérna Þetta er erfiðar spurningar, þú veist að láta mig þú veist að láta vinnan heila Nei, heilan vinna What? Hvar á siðferðisskalanum er að ferðast aftur í tíma og lemja krakkana sem lögðu í einelti Oh my god Damn Áður en að lögðu í einelti Sko þegar þau eru krakkar og eru að leggja í einelti En þú ert fullorðinn og fer tilbaka í tíman og lemur þá Shit Hversu siðferðislegt er það? Fyrir eftir hvort að hvað krakkarnir eru gamlir sko Ég veit ekki Ég veit sko Þetta eru þú veist 9 ára krakkar þú veist hvað þetta gera sko En ef þetta er þú veist Bara þú veist grunnskóla krakkar eða eitthvað Það er það Vá, ég fekk allt í henn á heilan hann að hafi sér rekinu myndin Það er að Baltasar Kormákur segir Gaman er að berja börn Já. Berjiðu ekki á móti Ok hana Gekki mynd sko Og hún er fucking geggjuð Sko, börn þau eru ekki með fullmótaðan heila sko Já Og yfirleitt er það þannig að þau stríða ef þeim líður illa En ég held að þau eru ekkert að berja þau af því þeim líður augljóslega illa En þau Já, en létu hversu þig samt illa líður krakkarna sem er verið að lagður í einelti Já, þau létu þig líða illa Skipt ekki máli hvort maður líður illa ef maður er að leggja einhvern einelti það er ógeðslegt Ég myndi segja að maður þarf ekki að endilega ferðast aftur í tímann til þess að lemja þau heldur bara Já, en við erum að tala um Já, það ég myndi Við erum að kenna- tala um hversu siðferðislegt er að fara tilbaka og lemja krakkana Þá þarf maður að hemla sig sko Það er ekkert eitthvað rúm fyrir argument þetta Ég er bara að segja hversu siðferðislegt er að lemja krakka sem lögðu því einelti þegar þú ert lítill Nei Sko Sko, ég get bara að hugsa, myndi ég fara tilbaka í tíman og lemja gæjan sem var ömurlegur við mig í grunnskóla? Þegar hann er krakki, sko Nei, ég er ekki viss með það Ég myndi ekki gera það Ég bara, þú veist, býði honum vel að lifa og bara Ég myndi setja því svona innilega fokka þér en býði þér vel að Ég lifa myndi setja svona 3-4 Já, ég ætla að segja svo sko Ég ætla að segja bara svona Ég seti svona 3-2 Ég ætla að segja 1 og Af því að þú veist Ef þú ert ennþá með grudge yfir ykkur krakka Þetta er bara sko. fínt ég segi bara 1 og bara have a nice life Have a nice life Have a nice Líka af öllu hluti sem þú getur notað Ef þú ert með access að time travel Og þú notar í þetta Ég sko myndi, þetta var að seinast ég myndi nota time travel í Hvert myndi þið fara ef þið getið time travelað? Myndið þið fara tilbaka eða myndið þið fara áfram? Hvað myndið þið gera? Ég myndi ekki fara áfram, held ég Ég held, já, það er alltaf danger að maður bara að það kom apocalypse í náttúrulega í framtíðin sko. Já, jörðin getur verið bara ónýtt eftir 100 ár, sko Vá, hvað eru bjartsýnir maður? Shit Já, þú veist, það er bara Holy þú veist shit. rational hugsun en Ég það meina, já, Með bara hvernig allt gengur Ég myndi fara til svona 80s Mér finnst það svo, mamma er alltaf að tala um það hversu geggjar tími var í kringum 80s Já. Mér langar að prófa að upplifa það Mér fannst þess að 2000 Þú veist, bara árið 2000 eitthvað það hefur gett næs Ég myndi segja Já, Mér langar að prófa að fara í svona Ef ég hef párið að bara að instantly fara aftur í þennan, þú veist, frá staðan sem ég var að time travel í og aftur tilbaka, þá myndi ég örugglega fara í dinosaur time, sko. Já, ok, ef maður getur farið fram og tilbaka já. Þá fer ég náttúrulega sko ég, þú veist, Rómaveldið Já, og, mér langar Oh my að God. prófa, mér langar að sjá Rómaveldið eins og Roman Grík Empire. og eitthvað shit, sko. og bronsöldina og allt svona og Ég myndi reyndar að fara bara Nei, vikingöldina og allt svona Nei, ég myndi bara fara til 80s Ok, Já, Bara að hafa að jamma spá Brother Louie og eitthvað skilur dun, 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 ég myndi, þú veist, mér langar að sjá Colosseumið í gangi, sko, hvað það væri fokkin svalt, sko. já, já Ég myndi ræna Hitler sem bad Hvað? og Alan vel upp Wow, þú ert að fara að change the history sko. Hvernig ætli það hafi verið? Ok, við svo ekki alltaf leið Sko, Ég myndi fara í kenningar með þessu sko ok Ef að fara yfir í Best of Redditor Updates sögur strákar. Twisty stick! Fyrsta Best of Redditor Updates sagan Vil ég gíska hvað er það? Ég skal sko segja ykkur það Hún var upphaflega byrt á Relationship Advice og Today I Fucked Up Opposí og original pósturinn gengur undir nafninu Throra Butter Drama Er þetta smjörið? Já, færslan var byrt 27. júní árið 2020 Var þetta COVID? Já, og smá hérna það var svona trigger warning og Fyrir smjör? Nei. Trigger warningið er segast óvenjulegt kynferðislegt fettis
og fordómar gagnvart kynferðislegum smekk. Það er þetta triggerwarning fyrir það? Það stóð triggerwarning, ég veit ekki hvort að... Já, ok, ég minna, já, gerum til öryggis. Það stóð, ég bara vil gera til öryggis að því að stóð, skilur, ég ætla ekki vera... Ok. Ok, við veit ekki hvort... Ég er ekki... Hvað? Ég er ekki að hlæja á illan hátt, bara það er eitthvað fyndið... Þetta kýtlaði mig eitthvað. Þetta, sko, þegar ég sá trigger warning, ég var bara eitthvað þú ert að grínast. En þetta verður svolítið brútal eftir, sko. Já, ok. Ég er satt alveg að pæla, sko. Það er betra að hafa það en ekki. Það er aðalega kommentir sem, sko, þá förum við út í... Ég veit ekki hvort ég ætla að taka það fyrir. Ég sé til hvort ég taki, þeir eru mjög brútal, sko. Já, jú, það er fínt. Þau eru ógeðslega fyndir, sko. Ok, titillinn. Kærasta minn, 30 ára, hverfur reglulega inn á baðherbyggi í klukkutíma eða lengur með smjörstöng, stick of butter, og smjörið er horfið þegar hann kemur loksins út af baðherbygginu. You must be joking, sko. Hvað Hvað er hann að gera smjör? Hvað er hann að gera með þetta fucking smjör? Maður er ekki að tróða smjöri Við erum ekki að koma það langt. bara upp í munnið sitt, sko. Skulum aðeins róa okkur. Kannski er hann feitur og vill borða mjög mikið af smjöri. Eða, sko, já. Við kærasti minn höfum verið saman í 2 ár og við fluttum loksins inn saman. Frá því að við fluttum inn saman hef ég sé alveg nýja hlið á honum. Þetta er mjög furðulegt vandamál og ég hef ekki hugmynd hvað ég á að gera. Í fyrstu fór ég að taka eftir því að smjörið okkar var að hverfa ótrúlega hratt. Ég hélt kannski að ég væri bara búin að gleyma hvað við ættum mikið eftir eða hann væri að elda þegar ég væri ekki heima, ég veit það ekki. En eitt kvöldið þá sá ég hann laumast til að taka smjörstöng leynilega úr ískápnum. Hann semst laumaðist til að Laumaðist í smjörið? Laumast. Ég lét bara eins og ég hafði ekki tekið eftir í og hann tók smjöri með sér inn á baðherbyggi. Þetta er svo fyndið, sko. Sko, ég hef tekið eftir því að kærasti minn eyðir klukkutíma eða meira inn á baðherbyggi síðan við fluttum inn saman, en ég hefði aldrei séð hann taka smjör með sér áður. Ég var gjörsamlega ráðalaus. Þegar hann kom út af baðherbygginu klukkutíma síðar, þá sá ég engin ummerki smjörið. Klukkutíma? Holy shit. Engin ummerki smjörið. Þannig að það getur ekki verið að sé að borða þetta, sko. En ég sá líka... Smjör? En ég sá líka að hann setti það ekki aftur inn í ískáp. Það var bara horfið. Guð sér lof, sko. Það er bara horfið. Ég reyndi að fylgjast aðeins með honum án þess að hann tækja eftir því og einni viku þá gerði hann þetta 3 svar. Í hvert skiptis hvarf 1 smjörstöng. Damn, bro! Að lokum sagði ég daginn, hvert fór allt smjörið okkar? Ég hef eiginlega bara ekki notað neitt þessa vikuna og núna er það bara búið. Hann þóttist ekki vita neitt og sagði við höfum kannski bara gleymt að kaupa meira. Ég sagði nei. Ég sagði nei, við vorum með 4 smjörstangir og núna eru þær allar búnar. Hann hagaði sér eins og þetta var algjör ráðgáta og hann sagði, lítur út fyrir þurfum að kaupa bara meira af maturum. Þetta er ekki lamplighter, þetta er gaslighter, sko. Já. Oh my god. Já, hann sagði bara, it looks like we have to buy more groceries. Damn. Þarna var ég orðin mjög ringluð. Confused, er það ringluð það? Já. Ok. Þarna var ég orðin mjög ringluð. Ég pantaði matvörur og Ráðavillt kannski? Ráðavillt. Ég pantaði matvörur og lagði sérstaka áherslu á að segja gott að vera loksins komið með 4 smjörstangir. Þetta ætti að endast okkur heil lengi. Hann sagði bara ekkert, no comment. Sagði mér sér tvöluna, sko. Hún var keeping count, sko. Jesús minn. Ég get ekki haldið áfram, sko. Í hvert skipti sem ég notaði smá smjör fyrstu 2 dagana, þá hafði ég orðaði hvað við ættum mikið eftir að smjörinu. Einn daginn þá sá ég hann svo gera þetta aftur. Hann tók 1 smjörstöng með sér inn á baðherbyggi, var þar í klukkutíma og kom svo aftur út án smjörsins. Guð, sko. Ég trúði sem alltaf, ég ætla að missa það, sko. Ég ætla að facepalma hart, sko. Þegar ég eldaði kvöldmat þá þóttist ég vera hissa á því að 1 smjörstöng væri horfin. Hann sagði að við hefðum kannski bara átt 3, en hann vissi að ég hef verið mjög meðvituð það hversu mikið smjör við ættum. Hversu heimsk heldur þessi gaur að hún sé? Hann heldur að hún sé bara dumb as fuck. Oh my god. Nei, sko, ég get þetta ekki. Guð, sko. Daginn eftir þá var enn 1 smjörstöng horfin. Oh my god. Ég ákvað að hlusta við baðherbyggishurðina. Ég heyrði vatn renna úr vaskinum og mér fannst eins og ég heyrði einhvers konar stunuhljóð. Ok, Jari. Ég var algjörlega ráðalaus. En þegar hann kom út í þetta skiptið, þá sagði ég honum að ég vissi að hann væri að taka smjör með sér inn á baðherbyggi. Þetta er sko, the ultimate butter, bara ráðgáta, sko.
Ég veit að þú ert að taka smjör með þér í nótt. Ég veit þú ert að taka smjörið með þér, ég veit það. Hann var allur bara gett vandræðalegur og sagði ég hlyti að vera eitthvað að rugglast. En ég sagði að ég hefði bókstaflega séð hann taka smjörið inn á baðherbyggi og koma út án þess. Vámar, hann bara neitar í endalust. Hann bara gaslega, já, þú ert bara eitthvað klikkuð, þú ert bara að rugglast eitthvað. Bara víkaði slætur, sko. Ég vissi að hann hefði verið að ljúga mér hversu mikið smjör væri í ísskápnum. Hann byrjaði þá að biðjast afsökunar en sagði, getur bara sleppt ég að tala um þetta? Nei. Þegar hann sá að ég var að vera reið, þá sagði hann, hvað ég panta bara mitt eigið persónulega engasmjör? Já, til hvers? Hvað er þetta að gera við smjörið? My own personal... Akkur þarf hann supply af smjöri, sko. Hvað? My mans notaði eitthvað annað heldur en smjör. Það verður smjör. Af hverju þarf að vera exakt eitt smjör? Það er að nota Marco Pierre White levels af smjöri, sko. Oh my god, sko. Bara fræði kokkur. Já, kokkur. Ég var bara, allt í lagi, en hvað ertu að gera við smjörið, Kapslock? Hann baði mig að lofa sér að spyrja aldrei aftur smjörathafninnar hans og leggja þetta bara til hliðar. Hann sagði að ég horfði bara framhjá þessu í þetta eina skipti. Það er ekkert að fara að gerast. Nei, hvernig hún að horfa framhjá þessu? Hvernig maður verið í sambandi og bara horfa framhjá einhverju svona svakalegu? Það er ekki hægt. Bara taka 3 í viku smjörstykki með sér inn á fokkin bað. Það er ekki hægt að horfa framhjá þessu. Bara absolutt, what the fuck are you doing? Hann lagði svo áherslu á það að þetta væri nú ekkert stórmál þegar öllu var á botni kvöld. Ég var bara, allt í lagi þá. En ég hef verið svo ringluð og jafnvel hálf miður mín yfir þessu. Hvað er hann eiginlega að gera við smjörið? Af hverju laug hann að mér um það og af hverju vill hann ekki segja mér neitt? Ándjó, sko. Ég held ekki einu sinni að hann sé að borða það. Nú. Af því að hann er ekki yfirþyngd og mér finnst að ef einhver myndi borða svo mikið smjör... Þú físig stikka smjöri. Mér finnst að ef einhver myndi borða svo mikið smjör þá myndi nú verða ansið þéttur. En hann sýnir engin merki um það. Ég er bara að hugsa, hver er þessi maður eiginlega? Er ég að bregðast þá harkalega við? Nei. Þetta er bara svo ótrúlega skrítið og ég sé núna í allt öðru ljósi og ég veit ekki alveg hvað ég á að gera. Ætti ég bara að hunsa þetta? Too long didn't read. Kærasti minn hverfi með smjörstangir inn á baðherbyggi. Smjörið er horfið þegar hann kemur út og hann neitar að útskýra hvað hann gerir við það. Þetta er upprunalega færslan. Hvað er hann að gera við smjörið, sko? Hvernig líður ykkur að hafa heyrt þessu sögu? Hann er að biðja hann um að bara horfa framhjá þessu, einhver svona hjús fráviki í sambandinu. Já. Þetta er bara leiðir til að þið hætti saman af því að hann getur ekki treystir í með einhverju sem líka hvað er þetta hjús leyndamál, sko. Eða þú ert að taka 3 í viku með þér smjör butter stick inn á klósett og það hverfur, hvað í fokkanum ert að gera? Okkur má kærast hann ekki vita, þú veist, hún býr með þér, hún er ekkert að fara að horfa framhjá því, sko. Ég meina það er bara einn annar staður sem hættir að tróða þessu inn. Algjörlega ógeðslegt. Ok. Það er, þú veist, ert ekki að tróða þessu inn í munninn á þér. En ég meina hvað er hann bara, þú veist... Eitt stykk á butter kostar líka, þú veist, $1.50 eða eitthvað, sko. $1.50? $1.50 fyrir stykk, sko. Þannig þetta eru $4.50 á viku en það er nota 3. Shit, sko. Hvað er þetta bara eitthvað, hvað er hann bara að fara í bað eða eitthvað? Bara smjörbað. Með smjör? Nei, bara bræðað út í baðu eða eitthvað, ég veit ekki. Ég er að reyna að ímynda mér eitthvað annað heldur en kynferðislegt. Þetta er 100% kynferðislegt. 100%. Gott sleipefni. Nei, úi. Hann er að gera, þú veist, hólu inn í smjörið eða eitthvað og bara yankit. Og þrösta, sko. Bara dúki. Ég veit ekki. Þetta er eftir mig, sko. Þetta er viðbjóður, sko. Heyrðu nokkur kommentina. Some comment. Ég þarf að segja þetta enn, sko, því þetta er fyndið. Ok, what the fuck? Og þá kemur annar og svara því kommenti butter is the fuck. Ok, svo er annar kommentina ég elskar hann hafi látið eins og það að kaupa sitt eigið smjör myndi leysa vandamálið. Já, það leysi vandamálið, sko. Það er náttúrulega að fara að leysa allt þetta vandamálið og bara kaupa sitt eigið persónulega smjör. Ekki að, þú veist, að ræðum þetta eða, þú veist Nei, það er vera fullorðinn og að dressa af hverju hann er að laumast með smjör. Já, deila svona með sér einhverju persónulega. Nei. Kaupa bara sitt eigið. Gaslýsa og kaupa sitt eigið. Frasinn persónulegt engasmjör gekk frá mér. Eða þú veist, it sent me. Þetta er skrýtnasta shit sem ég hef heyrt. OP, þú þarft að finna út úr því hvað er að gerast og uppdate okkur. Þó svo ég viti nú þegar líklega hvað er að gerast, þá verð ég að vita hvað í fjandanum hann er að gera við smjörið, sérstaklega þar sem þú myndist ekkert á að hafa heyrt hann þvo sér eftir á. Ég vildi óska að ég gæti ólesið þetta. I wish I could unread this. Ekki að þvo sér? Nei, hún myndist ekkert á það, hann hafi heyrt, þú veist, hann hvað er hún svo, liggur hún bara á hurðinu? Nei, hún lá á hleri, hún fór á baðherbyggisturinn og heyrði í vaskinum, og heyrði þetta í vaskinum og heyrði einhvers konar
Svo stuðnuhljóð Eitthvað svona muffled moans Það færi enough of y'all, sko. Þetta er bara... Ertu ekki til í þetta, sko? Það er bara hérna Vil ég heyra meira? Ég ætla eftir búin, eða? Nei, held áfram Let's go. Ok Þetta er ridiculously fyndið saga, sko Update 27. júní sem er daginn eftir Já, hún updateir okkur hérna daginn eftir Krakkar mínir Í morgun þá sagði ég við kærasta minn Ok, þú ættir að kaupa þitt eigið persónulega smjör fyrir athafnina þínar en ég verð að vita hvað þú ert að gera við smjörið Hann var mjög þögull en sagði svo Alltaf lagi, ég skal segja þér það Og hann sagði mér allt Ó, ég var búin að gleyma að hann sagði henni það, actually Ég var svo mortified og ráðavilt Ég get ekki, kapslokk sagt ykkur nákvæmlega hvað það er sem hann er að gera En ég get sagt ykkur það að þetta er mjög kynferðisleg athöfn Virkilega kynferðisleg Hvað þýðir það? Og svo sannarlega óviðeigandi notkun á smjöri Ég get ekki eins og skrifa hvað hann gerir vegna þess hversu graphic það er Damn On one hand þá er þetta bara smjör En hins vegar þá get ég ekki lengur litið á hann sömu augum Ég er hjá foreldrum mínu núna Hvernig getur þetta verið svona graphic? Hvað getur maður gert með smjör annað en að þú stingaði upp í raskati á sér Ég get ekki eða setja líminn inn í það eitthvað? Mér langar ekki sko, kommentin Ég veit ekki hvort ég vilja fara í það sko What the hell sko? En hérna, svo skrifa hann, já, ég er hjá foreldrum mínu núna Hún actually fór Hún fór til Mér finnst það foreldra bara sinna. alls ekki skrítið Nei, ég hefði gert það líka Til að gera illt verra, þá fann vinur hans upprunalegu færsluna mína og sendi honum hana með skilabóðunum Lól, þetta hlýtur að vera þig Ég ætla þá að giska að hann hafi verið að gera þetta þegar hann var í menntaskóla líka Hann er brjálaður út í mig og nú vita aðrir sem ég þekki í alvörunni hvað hann gerir við smjörið Hann er reiður út í mig fyrir að hafa afhjúpað smjörathafnina sínar Hvað ertu að segja? Ég bara veit ekki Svo skrifar hann Sko næsta setning, it baffles me Núna er ég líklega búin að eyðileggja sambandið mitt Og Já. allir vita mín persónulegu mál Sem hefur valdið með mikill skömm og vandræðarleika Úf Ég get samt ekki hægt að hugsa hvað hann gerir við smjörið En hún er ekki að eyðileggja Þú veist, hún skrifaði núna er ég líklega búin að eyðileggja sambandið Nei, hún reyndar þurfti ekki að posta þess á Reddit fyrir alla til að sjá, sko Nei, alls ekki, en þú veist, það var ekki hún sem eyðilega sambandið, þú veist, sambandið er búið Nei, alls ekki Þó sem þetta sé á Reddit eða ekki, þá er það búið Ég held að ég get ekki verið með einhverju sem að gera svona hluti Hvaða hluti? Hvað er að gera smjörið? Mér finnst það hafa verið gríðarleg mistök hjá mér að hafa yfir höfuð spurtan út í þetta Þetta eru mín mistök af því núna get ég aldrei ekki vita það sem ég veit Nei, þetta er náttúrulega ekki mistök að reyna að komast að því hvað er í gangi, sko Það er Neip. Too long didn't read. Ég spurði kærasta minn hvað hann gerði við smjörið og komst að því hvaða kynferðislega athöfn var að nota það í. Núna er samband okkar búið. Þetta er crazy, sko Þetta er rugglu, svo Þetta er fucked up. Sko. Þetta er absolutt klitt. Æjæjæj Þetta er bara horror. Absolutt klitt, segirðu? Já, ég segi þú veist. Nei, ég bara, þú veist, af því þú veist, akkur er svona mikið mystery í kringum þetta smjör. Það er bara eitt sem er dettur í hug Ég er ekki eins og með ímyndaraflið í að Ég veit ekki, hún er að segja þetta sé bara eitthvað crazy shit með smjör Nei, bara þú veist, þeir í kommentinu eru með ímyndarafl. Og hvernig? Nei, Hvað sko, er þetta fyrst- ímynda sem er smjör? Mér finnst þetta bara svo ekki, því ég bara býnst svona bara, það er svo pirra mig svo mikið að það sé ekki conclusion, þú veist, að það sé ekki, okkur sé ekki sagt Já, hvað mjög hann pirrandi, gerir sko. við fokki smjörið. Þetta er Það er svo svo- unsatisfying. Þetta er eins og hann að gullna með briefcaseið í Pulp Fiction Þú týndir það, sko. Skrítið reference en þú veist alltaf Þetta er ræðilegt. Hvað finnst þér, Egill? Já, þessi saðsökkur. Þetta er crazy Hvað getur ekki notað eitthvað smjör, sko. En mér langar bara að vita hvað er í þessum kommentum Nei, sko, Egill mun aldrei fara að Reddit eftir þetta, sko. Ég er bara Hann góður, sko. fyrir sem Egill ég er getur bara, reddit Egill er bara góður. Egill er, sko. Bara góður, sko. Ok, nokkrar athugasemdir. Spenntur að vita hvað er að segja í kommentunum, sko Caps Lock. Hvað í fokkanum er hann að gera við smjörið? Er hann að tróða smjörinu upp í rassin á sér? Nota það sem sleipiefni? Hvað í fjandanum gerir hann við smjörið? Það er góð spurning Ég meina, nota það sem Sko, sleipiefni. við erum að svolítið glossi yfir að smjörið er vaporized eftir. Það er bara nowhere to be seen. bara sko. Já, þú horfið veist bara hvað er það? Ég var aldrei að glossi það Ég var fúli að vera því Það er Nei, bara, þú þú veist, hvert fór það, sko. So, ok, annað kommentina. Megi svona ást aldrei finna mig. May this love never find me. Ég trúi þess ekki. Því kommenti er svarað You better believe it. Oh my god Að því hún skrifa I can't believe this. Hún bara You better believe it. Ég get ekki þetta komment, sko. Þetta er svo mikið reddit Þeir eru alltaf að reyna að gera eitthvað You better believe it Mér finnst Reddit komment vera hilarious. Mér finnst það vera svo Mér finnst, sko, all the puns
eru æðisleg. Það þurfi ekki allir að vera grínistar í kommentunum sko. Svo annað kommentina sem að kvótar segast það sem hún segir í sögunni. Hann er reiður út í mig fyrir að hafa afhjúpað smjörathafnirnar sínar. Kapslokk. Hvað í fokkanum er hann eiginlega að gera? Hvað er hann að nota heilt smjörstykki í inn á baðherbyggi? Það er mjög góð spurning. Ég veit það ekki. Mér er aldrei komast að því. Annað komment. Sú staðreynd að hún gat ekki einu sinni skrifa hvað hann væri að gera gerir þessa sögu 100 sinnum verri. Ég er sammála, mjög sammála. Svo kemur svona samtal í kommentunum. Þú veist, það sem að það sem að, það er svona, það er komment, svo er því reply, þetta er svona samtal í einu kommenti. Og ekki hlusta ef þið eru viðkvæm, þetta er fucking brútal. Skrifar, hann er 100% að stinga þessu upp í raskatið á sér. Þá svarar það hlýtur að vera hvað þannig. Þá svarar einhver því kommenti, ég meina maður stingur því bara upp og ítir því svo út seinna þegar það er bráðið. Það er reyndar notalegt. Hvað? Ég get ekki lesið þetta. Stingur í út þegar bráð. Og ítir því svo seinna út þegar bráðið. Það er reyndar notalegt. Sérstaklega þegar það rennur niður lappirnar. Heilt yfir er tilfinningin alveg unaðsleg og ekki dirfast til að dæma þetta áður en þið prófið þetta sjálf. Ég veit að flest af ykkur tebrunum muni aldrei þora að prófa þetta en þið vitið ekki hverju þið er að missa af. By the way, það er miklu auðveldara að fela þessa athöfn ef maður planar þetta rétt fyrir sturtu og lætur sig að smjöri leka niður lappirnar í sturtunni. What the hell? Þú veist, eru lappirnar ekkert stíflaðar eða? Já, við fylgta smjöri bara eitthvað í sturtunni. Nei, þú veist, þetta kannski svarar þessu, þú veist, hvað verður það evaporatast ef hann er að tróða þessu upp í raskatið á sér og lætur að vera þangað til að mikst og svo ítir hann því út og lætur að, þú veist, ég get þetta ekki strákar. Þetta er absolutely ógeðslegt. Ég ætla að bara gera það þurfti að kúka eitthvað og bara lúpa þetta. Nei, þú veist, ég bara, þú veist, það fór það í klósettið eða eitthvað, ég veit ekki. Gæti verið, en þú veist, þetta er ekki, þú veist, þetta er einhver annar sem er, greinilega einhver sem er með þetta fettis sem er að kommenta þetta. Ég skil, vá maður, þetta er crazy. Þetta er algjörlega crazy, sko. Svörum við þetta komment eru meðal annars. Internetið í heild sinni voru mistök. How do I delete my eyes? Eitthvað inn í mér dófið að lesa þetta. Svo skrifar einhver hérna, er þetta bara alvörinu eitthvað þeng eða? Eitthvað fettis. Já, ég skil. Eftir að lesa þetta komment þá öfunda ég blind fólk. Ok, svo kemur annar. Þetta er greinilega eitthvað þeng. Þetta er greinilega eitthvað. Það er bara svo margt annað sem maður getur stungið upp í raskatið á sér. Ég veit það. Áður en maður hugsaður smjör, sko. Þetta er greinilega eitthvað þeng sem fólk gerir. Það er svo mikið af venjulegum hlutum sem maður getur stungið upp í raskatið á sér. Ég veit. Þú veist bara, en svo kemur einhver annar. Ekki sá sem var að segja þetta með leka niður lappirnar heldur en einhver annar. Hann skrifaði, ég þurfti að búa til sér aðgang til að kommenta hingað. Ég hef prófað þetta. Þetta er gaman. Ég prófið þetta. En þetta stingur smá ef þú nota saltað smjör. Líka þegar þú þarft að drulla næst þá þarftu valla að skeina þér. Svo þetta er bara win-win. Svo kemur einhverja kommentar við þessu kommenti. Þetta er svona samtalt í einu kommenti. Please eða þú sérst að grínast. Þetta er kubbur að fara inn í hringlótt gat. Og þá kemur... Það getur fullt af stöfi fara inn í hringlótt gat. Þá svarar einhver því kommenti. Hann hitar það líklegast með höndunum fyrst til þess að móta það svo að passi inn. Svo er eitt kommenti viðbót. Ég fekk heila blóðfall við að lesa þessi komment. Þetta er nóg af interneti fyrir mig þennan mánuðin. Oh my god. Og þetta er það sem ég fáið. Ég fengi nóg af mannkynningu. Egil er defeated, sko. Shit. Þetta er ógeðslegt, en þetta er greinilega eitthvað þeng af því að þú veist, það voru tveirarna í kommentunum að skrifa að þeir hefði gert þetta og það væri unaslegt. Ég meina, þú veist, þetta er ekki ólulegt, þannig að bara, þú veist, gerð... Ég skil hann að hafa ekki getað skrifað þetta í upprunalega festina. Já, þú veist, Þú veist, gera þessi viljið, ef þið hafið þeng fyrir þessu, you bara do you. Bara að það er ekki ólulegt, þá erum við góð, sko. En oh my absolute, þetta er ein af frægustu svona best of Redditor update sögum, af því þetta er bara hilarious. Þetta er bara svo mikið ráðgáta, sko. Líka bara því að þú veist, það er engin, ok, mjög fáir sem að dettur þetta í hug, þannig þegar fólk sér hennar titil bara eitthvað, hvert fór smjörið, skilurðu? Hvað var maður að hugsa? Maður alltaf vissi að það væri að fara upp í raskatið. Já, one way or another, það var að fara upp í raskatið. Já, reynda þegar ég las þetta fyrst, þá hélt ég kannski að maður bara nota þetta sem eitthvað svona, að því ég hef heyrt að strákar nota stundum, þú veist, krem eða eitthvað, þú veist, sem lúb, þannig ég held að hann væri bara að nota smjörið sem eitthvað lúb til að runka sér. Það er samt sko whole ass stick of butter, sko. Það er bara smjör er það skrýtnasta. Bara af hverju smjör? Af hverju ekki eitthvað annað? Af því þetta er grocery product, sko. Þetta er grocery product. Þetta er nefnilega smjör. Sem að bráðnar og leku niður og er apparently rosa notalegt. Apparently geggjað. Ef það er ekki saltað
annars stingur Það er ekki saltað. bara, þú veist, Oh my god. þetta eitthvað veistu, ég er svo disturbed í hausnum eftir að hafa lesið þetta, mér finnst þess að ég sé bara disturbed í hausnum, sko. Egill Þetta er frábært. Ég bara fengið nóg, sko. Egill var losing, Ég fengið nóg að Egill við það langt út í Já, stúdíónu, sko. þetta er legendary smjörsaðanill. Fólk hefur örugglega gert ógeðslega hluti, sko. Sko, manstu þegar ég tók hérna Forvitnin drap köttin þáttinn, Já, það þræðina þar sem að ég var óforvitni til að lesa. já. Þannig að Deepest Darkest Secrets kommenti sem ég tók þar, þetta með Kumboxu og það var saklausu kommenti, sko. Já, já. Þannig fólk hefur gert virkilega disturbing hluti, ekki lesa hana þráttkrakkana ógeðslur. Nesti, sko. Ok, strákar, næsta saga. Ég, 30 ára kona, þurfti að venda frænku mannsins míns fyrir pitbullhundi á meðan maðurinn minn, 31 árs kallmaður, hljóp í burtu. Hljóp í burt? Ég hef hunsað hann. Er þetta eitthvað sem ég ætti að fyrirgefa honum? Hvað er hann gömul þessi frænka? Hún er 5 ára. Já, bara hunsan eins og þú getur held ég. Þessi er postað af Throw Awesome Advice, postað fyrir 2 árum og það er trigger warning dýra árás og meiðsli, þannig að ef þið eru viðkvæm fyrir því, ekki hlusta. Ég ætla að byrja á þessu. Ég er enn í áfalli og ég mun finna einhver til þess að tala við. Vinkona mín bjóðar hann aðgang til fyrir mig vegna þess að ég er ekki vön í að nota Reddit. Ég veit ekki hvort að pitbullhundurinn lifði af, ég hef ekki spurt. Ég, maðurinn minn og frænka hans og frændi vorum í bakgarðinum okkar, þú veist bara í garðinum þeirra, heima hjá sér. Já, heima hjá sér. Já, bakgarðinum þeirra. Ég gerir ráð fyrir því að hliðið okkar hafi verið opið, ég bara man það ekki. Pitbullhundurinn birtist eins og þruma úr heiðskýru lofti og beit fast í frænku hans, semst frænku mannsins hennar, sem er 5 ára. Hún öskraði. Ég sneri mig við og sparkaði í hundin af öllum mínum kraftin, alltaf bara fyrsta sem þú gerir, þú reaktar, skilur, þú veist. Ykkur ráðastofum. Já, og mér finnst að pitbullhundar eru yfirleitt ekki aggressiv, en þessi hefur bara verið aggressiv því miður. Þeir eru samt alveg með meira aggressiv tegundur að þjálfa það ekki vel, sko. Það er nefnilega málið, sko. En já, ég sneri mig við og sparkaði í hundin af öllum mínum krafti. Ég var nógu heppin að hitta hann einhvers staðar í kjálkan, þannig að kjálkin hans losnaði og þú veist, frænkan hans mannsins hennar losnaði. Nei, skil. Maðurinn minn, sem var þá í nokkra metra fjarlægð, öskraði eitthvað á borðið, hver á eiginlega þennan hund? Ég sá hann að fara að ná í bjarnarúðan, bear spray, okkar úr húsinu. Innan svega, það er úði sem að ertir tímabundið augun og annað skein svo að þú fær glugga til þess að flýja. Ég var í algjöru paniki. Ég elska dýr, en þetta var algjör bilun. Hundurinn virtist eiginlega að vera með hundaæði. En eftir á þá held ég samt að hann hafði ekkert endilega verið það að því hann fróðufelldi ekki eða neitt. Hann var bara alveg batshit crazy. Maðurinn minn hljóp. Ekki átt á húsinu til þess að ná í úðan. Hann hljóp bókstaflega út hliðið og lokaði því á eftir sér. Hæ? Hliðið á garðinum. Ekki átt á frænku sinni eða frænda. Já, frænda sem var líka þarna. Það er crazy. Þetta var ekki bara 5 ára frænka, en þetta var líka frændi sem var þarna. Frændi hans var í útivagni sem ég rétt náði að henda upp á piknikborðið. Bara unga barn. Lítið barn? Bara unga barn. Já, ok. Frændi hans var í útivagni sem ég rétt náði að henda upp á piknikborðið til þess að tryggja að hundurinn næði ekki til hans. Á meðan ég hélt á frænku hans yfir öxlina á mér, þannig hún var bara, þú veist, Superwoman. Hún var superwoman, hún var bara eitthvað hana með motherfucking, bara vagnin upp á borðið, frænkan yfir öxlina, hlaupi burtu. Shit, maður. Ég setti frænkuna svo upp á grillið til þess að halda henni frá hundinum, en hundinum var bókstaflega að hoppa og glefsa á eftir henni. Just fucking boss er þessi kona, maður. Fucking girl boss. Ég hafði áhyggjur af því að ef ég reyndi að halda á henni, ég er frekar lágvaxin nefnilega, myndi hundurinn ná henni úr fangin á mér, þess vegna hendur hún upp grillið. Hann elti mig þegar ég hljóp að skóflu sem var þarna, en ég náði að sveifla skóflunni að honum og ég hélt áfram að slá hann það til hann hætti. Ég held að ég muni aldrei gleyma hvorki hljóðinu eða tilfinningunni sem ég fann. Þetta var svo gríðarlega stressandi að ég áttaði mig ekki einu sinni á því að hundurinn hafi bitið mig 2 líka. Já, adrenalín maður, þetta hefur örugglega verið klikkað, sko. Þetta hefur verið svona bara svo að barn festist undir bíl. Ef adrenalín er á fullu þá bara, maður finnur Maður finnur ekkert, það er þetta að skjóta mann, maður finnur það ekki, sko. Já, ég meina, þú veist, ég heyrði sögu af því að það var kona sem að lyfti bíl upp að barninu sínu því að festist undir bílnum. Það nefnilega getur gæst. Bara, þú veist, adrenalín bara fyllir bara að hennar, sko. fucking hell, bara sterk. Eddie Hall þurfti líka að ímynda sér þannig situation til þess að lyfta 500 kílóum, sko. Já, þegar að tala um þegar hann tók réttstöðu lyftuna. Þegar hann tók world recordið fyrst, sko. Shit, maður, það er og hann dónast því með að reyna, sko. Og tók smellings og allt og eitthvað. Já, það var crazy, maður, það myndband er alveg crazy. Ég hef ekki talað við manni minn í heila viku þó að við búum í sama húsi. Ég spurði hann ekki hvert hann... Nei, ég ert að grínast.
Ég spurði hann ekki hvert hann hefði hlaupið. Hann kom bara aftur nokkru mínútur síðar til að koma okkur inn í bílinn og keyra okkur á sjúkrahúsið. Fucking dick. Fucking ick. Fáránlegt, sko. Hann núna farin að verða reiður vegna þess að ég að gefa honum silent treatment. En mér finnst þess að sé honum að kenna að ég þurfti næstu því að enda þetta dýr. Ef hann hefði bara náð í úðan sem ég geymi bókstaflega í veskinu mínu ef ég skildi einhvern tímann verða fyrir árás á dýri eða einhverju öðru, þá held ég að ég hef ekki þurft að gera þetta sem ég gerði. Úðinn var bókstaflega rétt innan við útidyrnar. Hann veit nákvæmlega hver ég geym hann. Oh my god. En nei, í staðinn hljópa hann bara í burtu. Guð má vita hvert. Ég og 2 börn sem ég ekki einu svona skild hefðum getað dáið. Shit. Ég hef meira að segja aldrei verið mikið fyrir börn, en það skiptir kannski ekki máli. Er þetta þú vil? Nei, en það skiptir kannski... Það skiptir engu máli þegar einhver að ráðast á maður. Hvað meinar þú? Nákvæmlega. Ég algjörlega ákveðin í því að eignast ekki börn og það var hann sem að bauðst til þess að við myndum passa þessi börn helgina. Það gekk ekki vel hjá honum. Nei, ég veit ekki. Er þetta ástæða til þess að sækja skilnað? Ég get ekki einu svona hort í andlitið á honum. Allt attraction sem ég hafði til hans er horfið. Það er bara ekki skrítið. Nei, bara bye. Þetta er divorce-worthy shit, Þetta er bara fara til helvitis hérna dæmi, sko. Nótið bersprið á frælun, sko. Ángríns. Fuck. Hann reyndi að snerta mig í gær bara til að færa mig til svo hann kemist fram hjá mér og ég sló höndinast frá mér án þess að hugsa. Eins og hann væri bara einhver ókunnur maður á bar, bara því mér fannst þetta svo óþolandi. Hann hefur verið að ráfa húsið og reyna að tala mig, svo verður hann pirraður þegar ég svara honum ekki og heldur áfram bara að ráfa Ég bjóst ekkert við því að myndi vera einhver ofur macho gaur og fara í hnefaleik við helvitis hundin, en að minnstakosti vinna með mér að ná í úðan. Já, menn alltaf þarf ekki að vera Superman og tækla hundin eða eitthvað. Bara ekki vera fucking gunga og hlaupa í burtu og loka hliðinu. Það þarf að gera eitthvað, sko. On jokes. Allavega, ekki yfirgefa mig í lífshættu með krakka og unga barn. Ætti ég að afskrifa þetta sem augnablikspanik? Ég veit það ekki einu sinni. Ég er ekki viss að ég vilji heyra hans hlið á þessu máli. Já, sko, augnablikspanik en sko, þetta minnir mig á söguna sem ég heyri smás Kóttu með það? Gaurinn sem hljóp bara burt þegar kom hann svona það var gaur að ræna hann á kærustunum hans bara út á götu. Hann bara snýri við og hljóp burt. Oh my god, þetta er alveg, þetta er bara, já, bara, þú veist bara, já, ég er núna aumingi og þú ætla bara að deyja því að ég ætla að bjarga my own ass. En þú veist, þetta er líka bara, því þú veist, hann er að hlaupa burtu, ekki bara frá konunni, heldur líka frá tveimur börnum, einu unga barni og þú veist, þetta er ekki einu sinni þeirra börn, þetta er börnin hjá systur hans, skilur. Þetta er bara einhver í svona klandri, maður þarf að hjálpa. Bara þú þarft að, þú veist, maður getur alltaf farið á spítalan og ef maður er í bítinu eða eitthvað og patcha það upp seinna sem gerist hann, sko. Þessi líka bara get ekki þeffekt að hann hefði svo bara komið tilbaka, settu inn í bíl og kerti á sjúkrahúsinu svo ekkert væri eðlilegra sem hann gerði. Bara, veist, ég get þetta ekki. Sæll, sko. Yikes, það er shit, sko. Einhverju lífshættu, þú veist, maður þarf að þetta er fucked up, sko. maður þarf að gera eitthvað, sko. Maður hleypur ekki burtu. Maður hleypur ekki burtu nema þú sért fucking gunga. Það eru líka, sko, hann og kona, veistu hvað, þú getur þið sama getur murkað fucking hundin, sko. Já, það getur bara haldur hún niðri, en hún þurfti bókstaflega, hún veit ekki ástandið á hundinum. Ég ætla að ímynda bara að hann sé mögulega dáin af því að hún þurfti að berja hann með skóflu til að stoppa þig. Það er náttúrulega alltaf umlegt að þurfa, ég veit ekki, að drepa hund. En maður gerir það til þess að bjarga mannesku. Já, og mér er mjög erfitt að lesa það því að ég á hund og ég get aldrei ímynda mér að stíga á löppina hans, sko. En svona reiður hundur. Ef það er í stöðunni að bjarga mannesku, þá þarf maður að gera það líka því að þarf maður bara að drepa dýr. Bara unfortunately, þetta er bara ömurlegt. Ok, hérna kemur efsta kommentið. Ég held að það sé engin leið til þess að komast yfir þetta. Ég trúi ekki að hann hafi bara flúið og skilið konuna sína eftir með 2 börn og lokað hliðinu á eftir sér. Það er svolítið crazy. Það er þetta Þetta er fucked up, sko. Spoiler fyrir Odyssey. Spoiler fram 30 sekundur eða eitthvað. Þetta er eins og Robert Pattinson í Odyssey. The shield used to spear. Oh my god, þið týndu mér. Guð, það er heigull, sko. Það er fucking heigull, sko. Já, loka hliðinu eftir sér svo hundurinn hefði ekki einu sinni geta farið út úr garðinu þó hann hefði reynt. Pældi, hundurinn hefði ekki geta komist út úr garðinu þó hann hefði, þú veist, actually reynt að fara út úr garðinu. Og því hann lokaði hliðinu. Shit, sko. Ég kæmist aldrei yfir. Komst hundurinn inn í garðin? Þegar hún skrifaði fyrst bara að þú heldur að hliðið þeirra hafi verið opið, sko. Já, ok. Þeir voru í bakgarðinu. Hver á hann að fucking hund? Ég veit það ekki. Það er bara ráðgáta. Hann bara kom inn í garðinu, skilurðu. Já, kommentið áfram.
ég kæmist aldrei yfir þessara yfirgefningu eða þú veist, over this abandonment þetta rétt þýtt hjá mér, yfir þessa yfirgefningu Já. Svo bara kom hann tilbaka hann hefði getað komið að blóðbaði þú hins vegar ert hetja pældu sem dísu, hann hefði getað komið tilbaka og séðu öll bara bitin í drasl bara blóðbað, þú hins vegar ert hetja, takk fyrir að bjarga þessum börnum með þykir svo fyrir því að þú hefði slasast á líkama og sál en Guði sé lofa að þú varst þarna Já, en hún lifði af hún lifði af sko annað komment, hvað í fjandanum ætli sé að honum það er ekki svo að hefði beðið hann að hoppa fyrir framan ykkur og hætta lífi sínu nei, þú baðst hann bara að ná í úða meðan þú verndaðir börnin ég veit ekki, ég get ekki horft á hann sömu augum aftur sérstaklega það sem að hann er pirraður út í þig í staðin fyrir að vera miður sín og biðjast afsökunar Það er ótrúlega sko það er fáránlegt sko, þú veist, ég get ekki hann lætur eins og þetta hefur verið eðlileg viðbrögð að yfirgefa ykkur með árásargjörnum hundi og hann er að fara í vörn út í þig Vá, egoð hans er líklegast að vinna yfirvinnu við að afneita því hversu mikill heigull hann er og hans nánustu séu reiðir við hann Þetta er fucking gott komment sko. Þetta er gott komment, já Hann er örugglega að reyna að réttlæta það sem hann gerði innra með sér svo hann þurfi ekki að horfast í augu við að hversu mikið hann fokkaði upp heigull, punktur Já, ég þú veist, það er að þannig, já Ég líka bara elska kommentin þau eru svo direct af því að konan var ekki bara eitthvað að efast af því að hann var bara eitthvað að geta reiði við hana hún var farin að efast hvort að hún var að overreacta Það er slík hún crazy hefði getað dáið sko Það er manneskjur á einu people, þú veist, það er bara þetta er ekki Það er því murki hann sko Já, Bara þetta- en ein manneskjur á einu people, það er svolítið hættulegt sko hversu mikill heigull, ég elska líka fólk bara heigull Já, svo kemur annað kommentina kannski hefur maðurinn áður upplifað traumatizing atvik með hundi og panikaði bara og Það getur verið En því kommentið er svarað það var semast, já, þessu kommentið svarað af öðrum OP skrifaði við annað komment hérna að þetta væri önnur hundaárásin sem að hún lendir í svo fyrsta gerðist í barnæsku og maðurinn hennar vissi af því svo staðrind að hann tók ekki einu sinni með í reikningin hvað koronans var örugglega hrætt er algjörlega insane Oh my god hann er ekki bara blöytasta brauðið heldur er líka of sjálfsöskur til að gera nokkuð í því Blítast að brýða þetta er gott komment sko Pældi, hún hefur áður lent í traumatizing fucking upplifun með hundi, árás, ekki hann. Já. Þú veist, hann pældi ekki eins og í því. Þetta lítur að vera traumatizing as fuck fyrir hana, sko. Sumir eru þetta skítrættið við hundar, sko. Já, ég bara skil það rosalega vel. En... Þú veist, ef þið lenda í einhverju svona, ef maður lendir í árásökjunum hundi, það er náttúrulega fáránlega skeri, sko. Ég er skítrættið við, þú veist, ég veit ekki. Tígristýr eitthvað, en... Ég er bara... ekki það, auðvitað Ljón. Eða var einhver tveir sem ég þekki í hættu, ég myndi maður ekki reyna að gera eitthvað. Þótt Þetta er að líka sé sko- tígristýr Ég held Maður líka myndi að gera þetta eru börn þá er Já. maður í meira overdrive heldur en venjulega Já, nefnilega, þetta Nákvæmlega. eru fokki börn, sko. Og börn sem hann bauðst til þess að passa. Þú veist, gaur. Sérstaklega ef þú ert full grown manneskja með Aha. pumpin adrenalin þá ertu að fara að murka hennan hund Já, ángrist líka bara til að vernda börnin og konuna þina, come on. Damn, sko. Þú veist, ég bara, þú veist, þetta er fucked up, sko. Ég meina, já, ég hef ekki annað þetta. Bara heigull þessi guður, sko. Hver er tíkin hér sko? Hann, því að hund, ógæslega. Update. Damn. Vinkona mín sagði mér að fólk setja oft uppfærslur á Reddit. Ég ákvað að uppfæra það sem að nokkri hlutir hafa gerst. Afsakið ef þetta verður óþarfilega langt. Og ég bjóst alls ekki við því að þetta fengi svona mörg komment og svona mikla góðvild. Mér langar að segja að mér þykir svo ótrúlega leitt að heyra frá öllu sem hafa lent í einhverju svipuðu því Guð minn góður þetta hefur ekki verið auðvelt. Fyrir öll þau sem hafa áhyggjur af andri líðan minni, ég fekk fund hjá sálfræðingi í gegnum app í gegnum vinnuna mína í gær vegna þess að ég ákvað að ég þyrfti virkilega á því að halda og ég merkti tíman sem forgangsmál. Fundur var samt mjög formlegur en hún sagði að hún vildi að ég yrði rólegri og liði betur vegna þess að hún sá greinilega í gegnum vídeospjalli hvernig ég spenntist öll upp í hvert skipti sem ég byrjaði að tala um þetta. Það er ekkert skrítið sko. Nei. Í gærkvöldi sagði ég manninu mínum að ég þyrfti space. Afsakið ég hafi ekki meiri uppfærslu sambandi okkar en það. Ég var ekki eins almennileg og ég hefði vilja vera. Hann rökrætti við mig og vildi ekki fara. Þetta er húsi mitt. En ég sagði hann bara að ég vildi ekki horfa á hann. Ég gæti ekki horta á hann. Hann fór að gráta og ég hata að mér var eiginlega alveg sama. Ég fylltist eiginlega bara viðbjóði við það. Ég skil hana. Af því að, já, hann... Þú veist, ég hefði fylgst viðbjóð líka, hefði hann farið bara grátt, bara, vildi ég fara eftir ég Þetta er einhver svona mannleg tilfinning sem að færi þegar maður sér einhvern svona algjör aumingja grenja, bara eitthvað. Ég held að það sé svona primal shit sko. Já, þetta er örugglega eitthvað primal Mér minnir að ég og Egill Já, ég og þú hefur þetta. talað um þetta Já, þetta er bara eitthvað svona, Þegar maður sér bara svona
Það ok, svo sumir eru kannski ekkit, breyf og allir aðrir en sko Nei, þetta samt heigulskapur sko, já, þegar maður sér svona algjöran aumingi algjör gunga það er eitthvað svona í eðlinu manns maður verður bara pirrað Maður er ekki búist við að að maður er að fara one-on-one með górilu eða ljóni, sko Nei, ég get þetta ekki af því að hann, þú veist, hann skildi hann eftir hún hefði getað fucking dáið, skilurðu en hann er bara og hundun hefði getað drepið krakka ég drepi krakkana sem að hann bauðst til að passa þetta er pínlít börn þú veist, og hann er bara ég langar ekki fara, okkur þurfti space en já, hún fylgdist viðbjóði ég hef ekki sofið vel þannig að ég veit ekki hvort ég er bara úrvinda og enn í sjokki ég var líka tilfinningarlega gjörsamlega búin eftir tíman hjá sálfræðingunum þannig það geti verið að hafa áhrif ég fekk nokkra spurningar systur hans og mannin hennar svo ég ætla að svara þeim þau tala ekki við hann ég veit ekki nákvæmlega hvenær það gerðist ég var algjörlega út úr heiminum á sjúkrahúsinu meðan ég fekk saumana og allt það en ég held að eftir allan gráturinn og geðshræringunni hjá mér við að reyna að útskýra hvernig eitthvað svona hræðilegt hefði getað gerst við litlu stelpuna þeirra á meðan hún var í okkar umsjá þá hafið þau spurt hann hvar hann hefði eiginlega verið þannig þau hafa einhver megin komist að því hvað þú veist actually gerðist ég hef enn ekki talað við hann hvert hann fór þannig ég veit það ekki en svarið hans hefur greinilega ekki verið nóg fyrir þau frænka hans var útskrifuð á sjúkrahúsinu í gær og það kom öllu aftur af stað það gerðist svo margt meiddist hún að frænkan, já, hún var alltaf bitin á hundinu já, hún var bitin auðvitað, já, ég var búin að gleyma því ég sendi henni blóm, bangsa og eitt leikfang sem að henni langaði mjög mikið í pældi ég konu nice she doesn't even like children og hún er bara eitthvað oh my god ég fór samt ekki á sjúkrahúsið til hennar ég var hrædd að það myndi gera hana stressaða að sjá mig aftur en systir hans og maðurinn hennar umulegt sko systir hans og maðurinn hennar sendu mér líka blóm sem fekk mig til þess að fara aftur að gráta ég er bara algjörlega í mólum ef ég á að vera hreinskilin pappin sendi mér löng skilaboð sem ég hef ekki enn getað lesið alveg í gegn en þetta er einhver fallegustu skilaboð sem nokkur hefur sendt mér hann sendi mér líka $1000 gjafakort ég hélt bókstaflega að ég væri að lesa upphæðina vitlaust slatta pening sko þetta er gott fólk og mér líður enn hræðilega yfir því að ég skildi ekki hefði getað gert meira fyrir hana geti pre-order að GTA 6 9 sinum ok, stráka allt þetta spilast aftur og aftur í hausnum á mér anyways, ég hef augljóslega ekki kannað skilnaðamálin ennþá en ég er ekki á móti þeirri hugmynd ég veit að fight or flight viðbrögð eru ekki eitthvað sem maður getur stjórnað en núna held ég að ég sé búin að átta mig á því að það er allt í lagi að vilja ekki vera með mannesku sem myndi yfirgefa mann ég held að ég geti sagt að ég sé fighter og ég vil hafa einhvern sem berst með mér já sko fight or flight, það er fight eða flight þú veist það er ekki bara flight nei það nákvæmlega þú veist fuck en já, hún segir að hún sé fighter augljóslega hún vill hafa einhvern sem berst með henni kannski væri hann líka bara betur settur með einhvern sem flýr líka þá væri hann allavega ekki að yfirgefa neglul já ég veit það ekki, mér líður eins og þetta sé búið en ég er líka algjörlega í rúst þannig í augnablikinu er ég bara fegin að hafa getað fengið space takk fyrir öll kommenti sem létu mig líða svo ég væri ekki að bregðast fáránlega við ég held að manni finnist alltaf að það þurfa að vera mörg vandamál sem safnast upp til þess að hjónaband endi alls ekki nema kannski að sé að ræða framhjáhaldi eða eitthvað álíka og ég veit að hann ætlaði kannski ekki að svíkja mig en hann gerði það samt hver sem ástæðan hans var ég veit ekki aftur hvenær ég mun tala við hann en ég mun reyna upp var ykkur þá en hún uppdataði samt ekkert meira eftir þetta var senast uppdataði það þarf ekki þetta er crazy saga já, hún sagði allt sko þetta er svo fucked up já. bara fuck me en já, mér finnst mjög krúttlegt að sko systir hans og maðurinn hennar þau voru svo þakklátt að því hún alltaf bjargaði lífi barnanna þeirra já, hún gerði það, þú veist, voru að gefa henni $1000 og blóm og bara get ekki, þú veist, ef ég væri foreldri barnsins, ég get ekki sýnt þakklæti mitt skilurðu einhver myndi bjarga barninu hvernig á maður að þakka það ég meina já, það er maður getur ekki þú veist maður er bara forever in their debt sko já því að hún þú veist sagði bara já $1000 ég bara lasi þetta örgulega vitlaust þú veist nei þetta er bara maður myndi gefa henni allt lífi sko ok það er eitt kommentina hann að loka hliðinu eftir sér myndi poppa í hausin á mér í hvert einasta skipti sem ég myndi horfa á hann já það grínast það svo fucking sammála loka hliðinu shit maður bara ég get ekki séð neitt annað ef ég horfði á hann það er annar nota til að svara því kommenti Jepp, ekki bara það að hann hefði hlupið burt heldur festi hann þau inn í garðinu til þess að bjarga sjálfum sér það er bara ófyrirgefnilegt hann festi þau inn í garðinum til þess að save his own fucking ass þetta er svo Jerry, Rick og Morty eitthvað tannidæmi arguably verra ég líka pæla bara að því að systir þú veist
systir hans talar og My maðurinn My sister og maðurinn, þau tala ekki við, þú veist, hann, auðvitað ekki. Ég held að litla stelpan, hún er 5 ára og hún hefur örugglega sagt þeim bara hvað gerðist. Getur Þú veist, verið, já, já. það hlýtur að vera því að hún er alveg með nógu mikið við til þess Ég að heldur geta að hún sagt hefði ekki þeim. bara sagt þeim hvað gerðist eða? Nei, veist, konan sagði þeim, hún sagði á hann, hún sagði þeim ekki nákvæmlega hvað gerðist. Já, ok, skilurðu. ég mista því. Hún manst ekki, hún var í svo mikil geðshræringu að hún heldur hún hafi ekki sagt þeim nákvæmlega hvað gerðist. Veist, ég er farin að halda bara, 5 ára barn er alveg að fara að segja mömmu sér og pappa hvað gerðist, sko. Auðvitað. Þegar hann vælir í þér næst að þú talar ekki við hann, prófa að gelta og urra. Kannski lætur það hann, kannski lætur það. Hlaupa burt. Run to the hills. Það er eitthvað, fucking Hvað sagði þetta, helvitið? Æ, ég elskar, getur við tala? Óímar, heyrðu, þú getur verið söngvari í þarna, hvað heitir hana, Lorna Shore, nei, Lorna, hvað heitir hljómsveitin hana? Þegar gæðin alltaf gerir svo svín, það er ógislegt, sko. Já, ég veit ekki hvað, ég hugmyndi hvort að vinni, sko. Æ, hana, to the Hellfire-lagið, ok, alltaf. Það segja, sko. Ok, senasta kommentið. Það var devastating að lesa þetta. Hann er algjör heigull, þú átt betra skilið, hlauptu burt, alveg eins og hann gerði. Stingum að. Já, Andjóðsson, stinga af bara, sko. Já, bara burt með, bara, þú veist, hún á betra lífskilið, betri maka, betra allt bara, þú veist, hún bara, she's been through enough, sko. Já. En já, hún var ekki fleiri uppfræðsla, ég vona hún hafi bara eignast betra líf og farið frá hún, sko. Já, já. Jæja, strákar, seinasta sagan. Þessi er svona létt og ljúf í lokin, áður en við klárum þetta. Show me your willy. Ok. Já, man. Ok, hérna, þessi færsla, henni var postað 21. desember árið 2024, segast fyrir 2 árum, á jólunum, fyrir 2 árum. 2 árum, ekki segja þetta, sko. Titillinn á sögunni, ég þarf fake barn til þess að pirra konuna mína. Já. Ég þarf fake barn til að pirra konuna mína. Ég hef heyrt þessa. Hefur heyrt hana? Það er langt síðan, Þú sko. hefur ekki heyrt hana í íslensku. Hún er frábær, Hún er sko. geggjuð. Þetta er snill, sko. Ég og kona mín, við erum að horfa saman á Elf jólamyndina og við sáum atriði þar sem að Buddy, Will Ferrell, segir raunverulegum pappa sínum, James Caan, frá því að hann sé sonur hans. Ég skal hann góð leikari. Og konan hans, Mary Steenburgen, verður rosalega spennt yfir þessari óvæntu viðbót í líf þeirra áður en þau þekktust. Óvænta viðbótið segast fullorðið barn. Hún var mjög spennt, hún var bara himinlifandi. Já, ég sé myndir það, sko. Ég benti konunum minni á að mér finnst svolítið óraunverulegt að hún, Mary Steenburgen, skildi taka þessu svona vel. Segast, hún var bara immediately on board, að bara eitthvað, kallina sætti bara eitthvað adult grown child. Svo sagði ég að hún, segast kona mín, myndi hins vegar örugglega verða brjálu út í mig í svona aðstæðum. Jafnvel þótt ég hefði í alvörun ekki vita að barni væri til og það hefði verið getið áður en ég kynntist henni. Hún neita því, en ég þekki konuna mína. Við erum bæði rúmlega fertug og höfum verið gift í 10 ár, saman í 12. Þannig þau eru búin að saman síðan að vera 28 ára eða eitthvað. Alvöru millennial, sko. Ok. Þannig að ég þarf einhvern 20 til að banka upp hjá okkur, segja mér að hann sé sonu minn og að hann hefði bara viljað hitta mig. Funny as fuck, sko. Hann er bara að senda út svona, þú veist, Bara job application. job application. Þú þarft Ja, casting call. casting hérna dæmi. Þú þarft að vera mjög trúverður og þú þarft að tala hvað þú og mammaðinn voru einu sinni hamingjusum fjölskylda áður en hún dó úr einhverju sorglu. Þú má bara velja hvernig hún dó. Launin eru $100. Velja hvernig. Það má velja hvernig soapstoryið er. Launin eru $100, kyn, húðlitur og annað skiptir engu máli svo lengi sem þú getur litið út fyrir að vera rúmlega 20. Það ætti ekki að taka meira en klukkutíma. Eftir það þá færðu símtalið eitthvað álíka og þarft að fara. Mér langar að gera þetta fljótlega eftir áramót. Þú finnur upp söguna og ég leik með. Þú veist, sá sem að kemur. Já, mitt. Improv. Þetta verður smá svona improv, sko. Þessi millennials fíla improv. Ég er að segja það, sko. Ég gef þér smá upplýsingar fyrirfram þegar þú ert búin að þiggja starfið. Edit. Vá, ég er með fullt á áhuga sem er mögulegum fake börnum. Sér hvað það er fyndið. Ég tek ekki lengur við umsóknum. Ég bjóst alls ekki við því að þetta væri svona margir til í þetta. Það er mjög fyndið, sko. Þetta er frábært. Ég seti inn færslu hvaða frambjóðandi vann á næstu dögum. Þetta er frábært, sko. Svo kemur edit 2. Það lítur út fyrir að ég sé ekki bara komið með mögulegan falskan son, heldur gætan meiri sér að verið erfðafræðilega skildur mér af því að þeir eru svo líkir. Já, ok. Ég seti inn uppfærslu fyrstu vikuna í janúar, vonandi ekki frá einhverju athvarfi.
Frá einhverju atkvarfi. Ég skil. Þetta póstin segast. Já, ötti þetta svo seinna. Já, þetta póstin, sko. Þú veist, pælt í þessu. Þetta er crazy prank, sko. Líka þegar að setja þetta inn, skilur, fólk var bara eitthvað, ætlar hann að pranka konu sína af því að hún var allt í hennu bara eitthvað, hversu frábært, ég myndi líka reacta svona. Þú veist, þannig hann er bara eitthvað, ok, lof mér að testa það. Já, lof mér að gá. Ég ætla bara að ráða eitt slíkt svon. Passaðu þig bara hana, helvítið þitt. Sko. Þú veist, þetta er crazy, sko. Ok, hérna eru nokkuð komment. Þetta hljómar eins og hræðileg hugmynd, en endilega settin uppfæslu þegar þú ert búin að framkvæma þetta. OP svarar, í verstafalli, já, allt í lagi, þetta gæti farið illa. En stundum er þess virði að hafa rétt fyrir sér í hjónabandi. Gauð, þetta er svolítið langt gengið til þess að vera right. Það er aldrei þess virði að hafa rétt fyrir sér. Nei, bara þú veist, er þetta ekki svolítið langt gengið til þess að win í argumentið eða? Allt of. Svo kemur annað komment. Þú ættir að ráða hverja einustu mannesku sem kommentar hérna og hafa bara heila viku þar sem að nýtt barn mætir á hverjum einustu degi. Shit, hvað það væri fyndið. Oh my god. Það var fucking æðislegt. Þú veist, millennial Reddit kommentir þetta, maður. Þetta er millennial þráður, sko. Þau eru bara, Ég finn fníkin að því, sko. Ok. Og svo seinasta kommenti sem ég með á upprunalega postin. Af hverju sé ég fyrir mig færslu eftir nokkra viku sem hljómar, kona mín hendi mér út, hvaða ódýra gistiheimili er best? Not clickbait. OP svara því, ég hefði ekki kjark til þess að posta því hér en þið getur mögulega að sé það í Am I the Asshole færslu frá mér. Þetta er fucking fyndið. Er þetta ekki frábært? Myndið þið ganga svona langt til þess að hafa rétt fyrir ykkur? Nei, nefnilega, maður aldrei er að hafa rétt fyrir sér í svona sambandi, sko. Líka bara ekki að take the higher ground, skilur þú veist. Ertu Anakin? Það gerir aldrei neitt gott. Ég gerði Star Wars reference og enginn eitthvað sagði neitt. Sorry, ég var að hugsa, hvað sagðir þú? Fínt, sko. Ég sagði take the higher ground, vertu Anakin. Þetta var bóður, sko. Kellan. Ég ætla að vera extra nörd og segja frekar kannski segja Obi-Wan. Ok. Vá, fyrir geða, ég sé ekki með Þetta var gott reference. Þetta var mjög gott. Anakin. Obi-Wan er þessi sem segir Já, það er Obi-Wan, það er ekki Anakin. Don't try it. Og Anakin er You underestimate my power. Oh my god. Ég meinti Obi-Wan þá. Góð mynd sann. Obi-skoppin Obi. Obi-skoppin Obi. Mamma segir það. Eins og móður segir Obi-skoppin Obi. Það finnst hann sko uppáhaldskarakterinn minn í Star Wars. Af hverju ég farin að tala um Star Wars? Ég veit það ekki. Er þarna Tin-gæinn, C-3PO. Hann er uppáhaldið mitt. Hann er my favorite. Það er góð gæður. Hann postaði upp þetta 16 dögum síðar eða 7. janúar 2025. Ég hljóma svo fréttakona. Í fyrsta lagi Þetta er svona morð Þessi sé að segja frá einhverju morðgátu. Í fyrsta lagi ég er enn giftur og kona mín, hún hafði virkilega gaman af hrekknum. Bara crazy, sko. Hún hefur fattað strax að þetta var hrekkur, sko. Ég vil að strax eftir að búið að horfa á Elf, sko. Já. Ég þurfti meira að segja ekki að sofa á sófanum. Svo til ykkar mjög dramatísku neikvæðis pjessana. Einn ykkar líkti hrekknum mínum við heimilisofbeldi. Nokkrir greindu mig með alls konar Heimilisofbeldi? Damn, bro. Crazy. Nokkrir greindu mig með alls konar geðraskanir og að minnstakosti margir sögðu mig barnalegan og vondan. Sér hvað fólk er leiðilegt. Fólk er ömulegt, sko. Bara gaur, alltaf tími fyrir góðan hrekk, sko. Til ykkar þá segi ég bara þið hafi líklega rétt fyrir ykkur en nanana bú-bú stingið hausnum ykkar í dú-dú. Stingið hausnum Við höfum verið gift í áratug. Við þekkjum hvort annað nógu vel til að vita hvað er yfir strikið og hvað er fyndið. Já, nákvæmlega. Sem sagt, það var erfiðar en ég hélt að útvega falskt barn. Ég fekk Þetta er crazy setning, sko. Þetta er fucking weird setning, sko. Ég fekk fullt af áhugasumum og meira að segja nokkra frábæra kandídata. Einn þeirra leit meiri segja það mikið út eins og ég að ég fór að velta því fyrir mig hvort einhverja af ykkur hefði komist í samband við konuna mína og þið væruð að reyna að púlla hinn fullkomna Uno reverse card track. Því miður eru áhugasamur og tilbúin að skuldbinda sig mjög ólíkir hlutir. Nokkrir mögulegir synir og dætur komist alveg upp á skipulagsstigið en fundu svo einhverja ástæðu eða aðra til að hætta við. Þannig að þú veist, nokkrir voru næstu búnir að fara í þetta með honum og hættu svo bara við. Ég vil taka það skýrt fram að ég ásaka þetta fólk alls ekki. Ég held að ég myndi ekki einu sinni hafa kjark til þess að senda fyrstu skilabóðin. Hvað þá að framkvæma svona hrekk sem fullkomlega ókunnur maður biður mann En ég fann að lokum leikara sem hafði kjarkin til að standa við þetta og ég held enn að þetta hafi verið vel $100 virði. Svo hér er samantekt á því hvernig þetta fór fram.
Og nei, það er ekkert myndband. Á laugardags Það eru fyndið sko. Já, það verður geggjað. Á laugardags eftir miðdegi hringdi dyrabjallan. Finnst ykkur þetta ekki góð rödda? Hundurinn minn trilltist auðvitað eins og hann gerir alltaf. Hundur í sögum. Og kona mín opnaði þar sem ég hefði þóst vera að svara símtali augnablikinu áður. Já, sorry elskan. Ok. Innan gæsalappa, sonur minn sem leit út fyrir að vera í kringum 20 til 25 ára og var herri og myndalegri en ég, spurði hvort að ég væri heima. Konan mín benti á mig. Ég var þá búin með falska símtali mitt og kom að dyrunum. Sonur minn, sem meira að segja ber sama nafn og ég, það var hans hugmynd ekki mín, sagði hann þyrfti að ræða við mig svolítið skrítið. Ég spurði hann hvort hann vildi koma inn, sem var bókstaflega næstu því búin að eyðileggja allan trúveruleika því að ég myndi freka saga með fótinn heldur en að bjóða ókunnu mannin á heimilið mitt. Vá, þetta getur verið ég sko. Damn. Þannig þú veist, það að konan hans hefði ekki, mist trúveruleika þarna var pínu crazy. En konunni minni fannst þetta ekkert skrítið. Við fórum inn í stofu, ég bauð honum drykk, hann afþakkaði. Sonur minn er frábær leikari by the way. Hann sagði mig seinna að kvíðin yfir aðstæðunum og óttinn við að klúðra þessum hrekk hefði gert stressuðu framkomuna hans svona sannfærandi. Þetta er eftir minni en þetta var nokkuð veginn svona. Ég leyfi syni mínum að bæta við smáatriðum að hann vill koma upp það hver hann er. Manstu eftir, svo sagði nafnið á fyrrverandi kæristunni sem ég hefði minnst á við konuna mína að minnsta kosti einu sinni á þessum 10 árum sem við höfum verið gift. Manstu eftir henni? Já. Þetta er in depth sko. Hún er mamma mín. Það var kona mín sem að brást fyrst við nei, hættu. Ég leit á hana, lék mig eins og ég kæmi alveg af fjöllum, leit svo aftur á son minn og sagði er allt í lagi með hana? Já, hún er í lagi, það er ekki ástæðan fyrir því ég er hérna. Kona mín á þessum tímabúti var næstu því farin að detta úr stólnu sínum að eftirvæntingu. Hún var 100% algjörlega búin að búa til 2 mjög sterkar kenningar. Númer 1, maðurinn hennar á long lost son. Og það sem meira er, númer 2, maðurinn hennar hefur ekki enn átt að segja á því að hann á long lost son. Þannig ég sagði, ok, komdu bara efninu, strákur, hvað er í gangi? Komdu efninu, strákur? Ég er 22 ára. Augun á konunni minni, þau duttu næstu því út úr hausnum á henni. Hún var núna alveg viss kenningarnar sínar. Hún leit á mig. Þetta er ógeðslega gott sko. Hún leit á mig, greinilega pirru yfir því að ég hefði ekki sjálfur tengt saman þessar augljóstu vísbendingar og grípur fram í fyrir falska barninu mínu. Ég var næstu því búin að hlæja en ég hélt andlitinu. Ég held hann sé að reyna að segja þér að hann haldi að þú sér pappans. Leikurinn minn var ekki jafn góður og falska barnsins míns en ég hendi í eitt stykki. Býtu, What? Hneykslaði svipurinn minn hefði mátt vera betri en þetta virkaði samt fyrir my audience. Sonur minn leit á mig. Hún hefur rétt fyrir sér og ég er ekki hérna til þess að biðja neitt. Ég hef reyndar ekki mikið tíma til þess að vera hér en mér langaði bara til að hitta þig og kannski skiptast á símanúmerum. Shit maður, við leikið þessu fræða. Þá segi ég, þetta er svolítið mikið til þess að taka inn. Ég þekkti mömmu þína fyrir löngu síðan og hún sagði mér aldrei, ég vissi ekki. Og þá sagði hann, by the way, hann á skilið Óskarsverðlaun, það stendur yfir hérna innsvíða. Hún sagði þér aldrei, hún sagði mér þetta bara núna, seinasta jólamorgun, rétt áður en hún dó. Hún sagði ekkert slæmt þig, bara þetta hefði verið búið á milli ykkar og hún hefði verið byrjuð með pappa mínu þegar hún komst að því hún væri ófrísk að mér. Þá segi ég, býtu, veit pappiðin þetta? Þá segir hann, auðvitað, og ég hef alltaf vitað að hann veri ekki líffræðilegu pappi minn. Hann er frábær pappi, en undanfari hef ég verið að velta því fyrir mér hver raunverulegu pappi minn væri, þannig ég spurði mömmu og hún sagði með það. Ég sagði bara, wow. Ég viðurkenni fúslega að ég fekk auðvelda hlutan að þessu leikriti. Þetta er plan hjá þessum frellaðana maður, wow. Hann var bara búin að búa til leikrit, Stjörnuleikur, sko. Bara Óskarsverðlaunin á hann, sko. Kona mín sagði ekkert, hún bara tók þetta allt inn. Það er ekki mikið meira að segja sjálfa uppsetninguna. Við skiptumst á símanúmerum og svo fekk sonur minn sitt eigið falska símtal þar sem einhver hringdi og myndi hann á það að hann var orðinn seinni í eitthvað. John Pork is calling. Svo ég fylgdi honum út. Restin af sýningunni var bara ég og kona mín. Ég kom aftur inn í stofuna og gerði mitt besta til að líta út fyrir að vera alveg ringlaður. Í losti. Bara í losti, sko. Við rættum þetta, meðal annars faðernispróf og svoleiðis, en það kom í ljós að ég hefði alveg virkilega mikið rangt fyrir mér. Kona mín var ekki reið, hún var ekki pirruð, hún var ekki eins og smá fúl. Hún var algjörlega heilluð, spennt og skemmti sér konunglega yfir þessu öllu, alveg eins og konan í Elf. Já, nokkulega, það er bara mjög gaman, sko. Hann fór alla þessa leið til að reyna að hafa rétt fyrir sér.
Og hefur ekki reyð fyrir sér. Ég beið í nokkra klukkutíma áður en ég játaði allt. En áður en ég gerði það, hélt hún áfram að segja hvað að veri geggjað að ég ætti mögulega son. Og þegar ég sagði henni að þetta væri allt saman algjör lygi sem ég hefði búið til þess að prúa point, þá bara hló hún. Hún hló mjög mikið. Ég veit ekki alveg hvað þér fannst fyndnara. Hvort það hefði verið allt vesenið sem ég lagði í hrekkinn, eða svo staðarind að ég endaði á því að sanna að hún hefði rétt fyrir sér allan tíman. Shit, það fyndið. Yep. Oh my god. Þetta er frábært sko. Hér eru nokkra perlur frá konunum minni eftir að ég sagði henni sannleikann. Hvar í andskotunum fannst þetta gaur? Ég er fegin að sonur þinn var ekki ráðmorðingi. Ég hefði kannski orðið pirruð ef hann hefði komið hingað til þess að biðja okkur peninga. Veistu, næsta getur þú bara sparað $100 og bara gert ráð fyrir því og hafi rátt fyrir þér. Og svo seinasta, þú veist ég ætla að hefna mín það ekki. Síðasta setningin veldi með smá áhyggjum. Þetta er öll fæslan. Þetta er snild sko. Og hérna elaborate scheme fyrir ekkert. Þetta er frábært sko. Svo hérna efsta kommentið við þessu uppdati er hérna: næst getur þú sparað $100 og bara gert ráð fyrir því að þú hafi rátt fyrir þér, er setning ársins frá konunni. Gott sko. Og svo er annar sem að kommentur undir það: hún er keeper. She's a keeper. Vel Eljan voru að missa sig í þessum postum. Ég er að segja þér. Og svo eitt kommenti viðbót: þetta er sannkallaður hrekkur. Ég meina leikarinn fekk nóg mikið fyrir GTA 6 pretty worth it sko. Já, næstu í. Það er worth it sko. Hann fekk $100 sko. Er ekki pre-orderið fyrir Ultimate Edition 100 eða eitthvað? Jú, ég held að sé exakt 100. Hvað eru þið alltaf að tala um GTA 6? Pre-order. Hann er að fara að koma út sko. Já, spennandi. Já, það er ekki búið að koma GTA-leikur síðan 2013 sko. Er það leikurinn það sem allir Anna, ég var 13 99 sko. Spennandi. Ég 13 þegar síðasti GTA-leikur kom út. Ég mátti ekki eins og spila hann. Mamma og pabbi leiði mér ekki að spila GTA þegar síðasti GTA kom út. Ég var 6 ára og ég mun vera löglega nóg gamall til þess að kaupa hann leik. Spila hann leik. Ég er ekki búin að fá tölvuleik sem þú. Þetta er eitthvað sem er ekki hægt að útskýra fyrir einhverjum sem Nei, ég er ekki eitthvað sko. Ég er bara að djóka. Er þetta leikurinn það sem að allir þekkja LA eftir að hafa spilað? Já. Já, ok. Af því að ég sé TikTok það sem að kæristur eru bara eitthvað kærastur minn keyrir bara hvernig veistu hvert þú ert að fara? Já, bara kærastur minn keyrir LA eins og hann hafi bara þekkt alla sína tíð við höfum aldrei komið hingað. I've been here before. Það er actually geðveikt crazy. En já, hvernig fannst ykkur þessi saga? Var hún ekki tussu góð? Skemmtileg sko. Góð sko. Ég heitt hann áður þetta er bara frábært. Hún er ógeðslega fyndil sko. Pældi því að ganga svona langt bara pældi ég að ganga svona langt til að reyna að hafa rétt fyrir sér og hefur svo ekki rétt það er funny as fuck sko. Hefur ekki rétt, þú reðst leikara til að þykjast vera sonur þinn. Akkur ætti maður að vera eitthvað geðið pirraður ef einhver kemur og segir hans er sonur? Já, nákvæmlega líka bara ekki, þú getur ekki verið bara, oh my god, you cheated on me, af því þú veist, þetta gerðist áður en að þú komst inn í myndina. Já, bara áður en að þú komst inn í myndina. 22 ára, sko. Já, og þau eru búin að samla í 12 ára, þannig þau þekktust ekki eins og þannig að auðvitað er þetta bara fyndi og skemmtilegt, sko. Já, maður myndi vera bara, oh my god, frábært. Já. Vá, hvað það er ótrúlega spennandi, þú veist, ég veit það ekki. Eins og hún í Elfmynd. Já, ég veit ekki hvað myndi gera, maður myndi örugglega vera bara, ok, geggjað. Maður myndi aldrei vera bara, nei. Útnefnd ógeðslega barn. Það farði út úr lífinu mínu, láttu hund býta þig. Þú farið í garð, loka hliðin og láta einhver býta hana. Damn. Ég er að tjóka sko. Ég er bara að grínast. En já, strákar, þannig þetta er mállok. Þetta voru skemmtilega sögur. Já, ekki, mér líður eins og ég er búin að tala í 4 klukkutíma straight. Þú er búin að tala nóg, sko. Ég er búin að tala nóg, það er bara lok læs á munnin minn í dag. Þú er bara að segja nóg. Þú hefur gert nóg. Þú veist, alveg, ég er ekki búið með orðin fyrir sko næstu vikuna. Já. En já, það var gaman að hafa ykkur hérna í dag. Alltaf gaman að Egil sem gest. Finnst þið ekki gaman að vera gestur, Egil? Svo fínt. Ef þú verður aftur gestur, ef við að taka brútal sögur eða, þú veist. Og ég fyrst að taka kömbiblíuna eða eitthvað. Oh my god. Bara góður, sko. Heyrðu, ég er enda meðalveg bara geggjað hugmynd, þannig að ef þú verður gestur aftur, viltu ekki bara þú taka topic? Það væri þetta fyrir. Það er fucking hell peppa, sko. Þú er búin eitthvað sker í óstabur. Ok, eru þið að fara að ræða úr með líftúruna? Ég er með Gucci, það verður langur þáttur sko. Ok, þannig þið eru að fara að taka eitthvað ógeðslega skeri fyrir mig á Halloween mánuðinum. Yes. Það er geggjað því ég er ekki að fara að gera, þið getið gleymt því að ég fara að lesa einhverja skeri sögur.
ég myndi skýta í buxurnar áður en ég byrja að lesa þær sko. Já, þú lesaði fyrir þig og Já, þá já. skýtur í buxuna sko. Ég hlakka það ekki til Heyrðu, já, hlakka það smá til þetta var góð þáttur, við bara erum að renna út úr tíma hérna í dag og eins og smjöri út í raskatinn á gæjanum nei, ég kannast já, ég mitt Ef maður er alltaf með nóg mikið tíma til þess að hoppa inn á Domus fastniðarsvöru ég að segja ykkur það Egill. Þessu var geggjaður, já, það er alltaf tími til þess að kíkja á Domus finna sér geggjaða eign eða bara fucking selja sína eign skilur og flytja Blönduós, halló okay. let's go En já, við segjum bara takk fyrir að hlusta í dag já, takk allir sem að hlusta á Apple Podcast og Spotify Já, endilega fylgja okkur á Instagram og TikTok og bara alls það sem þið finnið okkur já, bara, ég veit ekki hvar við erum út um allt maður fylgja okkur út um allt og review og allt svona takk fyrir reviewin og stjörnunar það hjálpar okkur rosa mikið ertu góður? Allt í lagi sko. Þannig já, við bara segjum takk í dag og eigi ótrúlega góða viku og ótrúlega góðan dag og Sjáum við bara stress heyrumst í eyrunum ykkar að viku liðinni Ok, bye